Göngu sína þennan föstudaginn. Það föstudagurinn 8. ágúst í dag. Verslunarmannahelgin að baki, rútínan að taka við og eins og þið heyrið þá það fyrsti stýramaður sem við stjórnina. Rikki G heiti ég og ætla að leysa af minn besta mann Auðun Blöndal sem í afmælisferð. Takk. Þetta hins vegar fyrsti þáttur FM 95 Blö í þessu stúdíói síðan 30. júní og hver haldið að hafi stjórn á honum líka? Herðu, það var Richie. Já. Wow. Þetta var skrifað í skíin. Back to back, stúdíó. Þeir Richie. Herðu, það búið að mála hérna. Já, það komið rosalegt logo fyrir aftan þig, Richie. Já, og þetta líka gott upgrade, sko. Já. Þetta góðu litur, sko. Já, það búið að mála bara stúdíóið hérna í FM litunum og það allt aðeins meira næs hérna. Ég ætla bara að vera heiðalur. Já, þetta að vera helviti gott. En eins og heyri kæru hlustendur, þá eru þessir gæjar sem sitja hér á móti mér alltaf á sínum stað. Egill Einarsson, fyrirliði þáttarins. Hvernig ert þú í dag? Ég bara ekki verið betri. Nei, þú lítur vel út. Já, takk kærlega sem leiðis. Þú ert búin að vera að gera það gott í sumarkvæðina. Já, ég nú bara búin að vera Ég að reyna að stíga með fyrstu skrif í gólfinu, eins og þú veist. Já. Það þýðir útivera sem ég bara alltaf inn í gluggalösi skrifstofa sem að vinnuðum Þröstur hefur ekki ennþá hent mér í skrifstofu með glugga. Hann byrjar að vera úti. Þannig að ég fann að vera utandyra núna og það fylgir því að maður beautifully tanned. Já. Og það svolítið sem að gerast. Herðu, hann spurði bara hvernig ertu? Hvað sko það? Sæði verið sexy, þetta útskýra hverju. Sem var ég á Spáni í gólfi líka og ég menna það sunshine. Egill kom að kafa í gólfið. Ég byrjaði í apríl, sko. Já, sko, ég og Stóni ætlum að byrja á sama tíma. Ég 3 mánuðum á undan núna, voru að rífa í gang. Já, og ég ekki byrjaður og Egill ég að horfa á hann í gólfi daglega, sko. Ég lofandi hrættu við. Daglega, sko. Ég hef náttúrulega séð þig að sveifla killu, Steinþór. Það ekki að fallegasta sem maður hefur séð í lífinu. En kúlan fer samt drullu langt, sko. En málið að hún fer bara einhvert. Ég þarf að vita hvað. En þetta hugsa maður gerir þetta eins og Egill, að fara þér svona, koma þér svona almennilega af stað. Já, ég ætla að gera það. Ég ætla að fara bara til kennara og læra sveifluna og þú veist. Það ekki? Jó, ég menna ég það var áramóta heiti. Já, en ég alveg með líka bara, þú veist, ég alveg búin að taka það ákvörðun. Ég ætla ekki að gólfa nema að vera að drekka bjór. En svo til dæmis Mækarinn, sko, hann á Spáni núna og hann fór til Ívars Hauks eins og þú til sér á Facebook. Já, og hérna hann lá í 3 daga eftir tíman, sko. Já, bara búin á því, sko. Já, bara búin á því. Hvað var það með að gera hvað? Er maður ekki bara að slá kúlun frá hann bara ekki íþróttalega vaxinn til miður Mikael, sko. Nei, ég að segja, sko, þú sko nú hef ég reyndar ekki spilað golf, sko. Þannig að ég gæti verið að tala með raskatunum. Það ágætt að hafa þig hérna og þú spilar svo mikið. Ég hef nú haldið að geta allir bara labba í tring, sko, slegið. Mækarinn náttúrulega bakveikur á upplæði, sko. Stóni líka. Þú ert bakveikur. Ég og Mike ættum bara að spila saman. Taka bara 9 holur. Bara hálft rönn, svo fyrir við á pöppin. Þú ert alltaf á bíl. Þú labbar, þú ert alltaf á bíl. Hæ? Hvað sem í góða standi. Já, þú keirir það bara. Akkur ekki löngu byrjaðir í sem Já, þetta er svona ótrúlega. Það er í kennslu. Svo gaman. En sko, málega það sem ég er samt kvíðin fyrir að því að ég að reyna að fá delluna. Já. Þú veist, ég er ekki með golfdellu. Þú voru fyrst að fara í gang til að fá hana. Þú veist, ég hef fara í kennslu. Ég bara allir sem að fara að byrja í golfi bara for the love of God fara í kennslu. Það skiptir öllu máli. En ég er til í það. Þú veist, ég er til í kennsluna og ég er til í að fara bara all in í það. En sko, svo lítur maður út og sér oft bara, þú veist, ég meina, það er ekkert oft sem maður getur spila kannski. Sko, Richie spilar í öllu ógeði, sko. Ég segi alltaf á Gamebook að Richie turn around, alveg saman hvað þú spilar alveg bara í rigning og roki. Já, ég meina, þú veist, þú ert að bara klæða þig þannig, sko. Þú ert líka að keppa í golfi. Já. Það er alveg svo sem munur að vera kepp í gólfi að vera bara að leika sér í gólfi. En ég meina, ég og Gilsarinn teg á morgun möguleg í GKG, sko, seinnipartinn, sko, þá erum við bara að tala 17 gráður, sól og 3 metra, sko. Það er ekki þetta byrja. En eru menn, þú mátt vera að fá þér í þessu? Já, þetta er alltaf fyllibittu sport. Nei, ég er að segja fyllibittu sport. Nei, ég er að segja að þú mátt húli. Ég held þú meir ekki samt bara opnið bjór bara í miðum handboltaleik, skilur við? Nei, það er svo golfið er. Ok, jú, ég segi, golf er íþrótt, en ég ætla að segja, golf er fyrst og fremst núvitund. Stemning. Þetta er útivera, þetta er hreyfing og þetta er góðu félagskapur. Sko, það er nummer 1, 2 og 3, þú ert að spila golf. Það er að spila golf í góðum félagskap. Annars er þetta ekki gaman, sko. Nei, þú veist, eðla. Þegar þú ert í 4 tíma með fólkinu. Það er bara nákvæmlega þannig. En hérna, mér langar svo að spyrja ykkur drengir að þið fóru náttúrulega í frí 30. júní. Eins og ég líka, ég fór í sumarfrí líka, bara nákvæmlega sama tíma. Hvað gerðuð þið hérna áðurinu komið í þjóðatíða mökkþáttinn ykkar? Ég fór til Tenni
Var svolítið þar bara Ok Var það langt tímið það? Vökvaðar aðeins aðra það ekki Jó, hvað meinur þú? Þetta var rosa púkalig spurning Það er ekki að dæma einna Nei, ég meina hvað áttu við eiginlega? Hver vökvar sér ekki á tenni? Ég hef lappað í gegnum einhvern ákveðin abagar sko, mann ekki eftir því sko Það myndi ekki eftir að séð einn aba Nei, en þú veist, ég meina það var líka slís Þú ætlaðir ekkert að fara í abagarinn í Blackout Það var United Liverpool hana nokkuð smá peppaður eftir sigurinn Það gerist, skilur, og ég dæmi það ekki En ég held að það sé rare sko Ég nei, ég bara, jú, þetta maður fekk sér bjór og svona En maður var bara, en það í rauninni ekkert svona nýtt að frétta náttúrulega frá eiginni Þetta var bara same old og jú, við leiðum bíl Leiðum bíl Það var stemning, kerur hringin í kringum eigin Fórstu bara eld heitið það? Nei, ég fór í rauninni sko Ég kerði fjallaleiðina í, og highway tilbaka Kerður þú, fórstu sérst upp fjallið og þannig niður og svo tilbaka? Já, þá kerður ég átt að eld heiti Já, ég veit ekki Ég veit ekki eins og hvort að það sé eitthvað virt eldfjall eða bara borg Það er stærsta fjallið á eiginu sem þú horfir, þú veist, það er eld heiti Já, ég bara er ekki alveg með fræðina Og ég er rauninni, þegar ég er að leika út bíl og svona, þá er ég ekki að skoða Ég hef mjög takmarkan áhuga að skoða eitthvað dót, sko Fórstu í dýragarðin í Já, við vorum í rauninni aðalega að fara þangað og en ég leiði blæjubíl Það var nefnilega stemning sko Það er rosalegt Það var nefnilega mjög gaman sko Og kerði bara með blæjunu niðri Og vindin í bakið Og bara appi sín með lakrísröri sko Það var mjög skemmtilegt Hefur þú tekið blæjubíl á tenni? Nei Aldrei sko Það var þægilegt, þetta var ekki kannski flottasti blæjubílin Þetta var frekar hallarslegu sko Ég ætla að segja þetta svona En samt þú ert á blæjubíl Ég skil, þú veist, ég er bara klár í það sko Já, þakkið gætt farið af og en ég var sem sagt bara fór niður í lobby á hótelinu Og sagði, er þetta að leiða ykkur bíl hér bara í gegnum ykkur Bara þægilegt Já, og svo fekk ég bara lista Og þar var bara mynd af einhverju sko Ég veit ekki eins og hvað þetta var sko Svona Volkswagen bíl eða eitthvað Svona gamall bíl sko Með blæju Já, ok, en ég ætla ekki að dæma það að þetta verið piece of shit car Nei, það var svo flott, hann var svo skemmtilegt Já, ég veit að það er svo gaman bara að setja blæju niðuröxtar í heitu landi og keira sko Já Alltaf langa, að þið maður að setja í bíómyndunum sko Já, það var nefnilega stemning sko Ég hvet fólk til að gera þetta Gilsari, maður sá þið svona hingað og þangað heiminn eða ekki? Nei, ég var bara á Spáni aðeins í 10 daga í júli Þú fórst á Íralíu eða ekki? Jó, ég kíkti að það verið alveg rétt maður Þú varst í Klúni Það var svo kóma Varst maður í garðinu með Klúni Heldur skrítið að gleyma að vera í Ítalíu Ég kíkti 3 svar á húsið hans George Clooney sko Það var engin gómur held ég á kóma og beðið bátskæjanum að fara 3 svar á sömu helginu til Clooney sko Þegar ég með langaði að sjá hann lappa út með bolla að ná í blaði eftir að gómurinn hjólar og kastar blaðinu inn í garðin Þú veist að ég hugsaði nú sé ég Clooney Ég myndi eitthvað hvað Clooney er að vera geðvikur á sig að vera með einhverja túrista bát alltaf í garðinu á sér bara fer ekki frið sko. Nei, hann getur ekki farið út að ná í blaði En sko, ég er ekkert vissum að séu til falleri staðir í heiminum en Como Ég veit ekki hvað að toppa þetta Ég hef aldrei farið þarna áður Ég hef aldrei farið í Ítalíu áður Fyrsta skipti til Ítalíu Ég fór til Ítalíu á fyrra árinu í fyrsta skipti á ævinu og ég sagði til sjálfum mig af hverju er maður að fara þetta núna fertugur í fyrsta sinn Þetta er idiot Sér á maður svo mörg location eftir líka á Ítalíu sko Það bara, ég tala um svona 20 sem langar að fara í sko maður átur mikið inni sko Þannig að það er bara, við þurfum að hagga í þessi box Hvað gerir ekki? Herðu, ég sko Þú varst á Grenivík? Herðu, já, ég tók hérna Steinþór býttu Ég ætla að tala samt Nei, þú stimpil og bara útrúðsum Nú ætla ég bara aðeins að reyna að hjálpa þér Út af Grenivík, sko Nei, máluðu það Ég fekk fólk til mín á tjaldsvæði þarna kvöldið Og máluðu það, ef ég væri þú þá myndi ég ekkert keyra þangað en ég er bara að tala um svona næstu 3-4 ára Nei, hann er bara aldrei að fara á ævisinni Þetta er allavega ekki næstu 3-4 ára því að það voru menn sem komu að orðið við mig og sögðu bara ef hann kemur einn inn fyrir bæjarmörkin þá fer hann ekkert út Það er ekki ákvæmt Það er mikið rökkurum á Grenivík sko Jésús almáttur Herru, nei, en málið er að
Við þurfum að Þetta var helvið, þetta var, og ég hlusta á þetta því ég var í flugi á leiðin tilbaka þegar þú varst að tala, leið mér að klára. Ég er rugglaður. Nei, þú ert að reyna núna að íta undir þetta. Nei, hlusta það saman. Ég nefnilega heyrði þetta. En svo þegar ég bara kemur flugin á Akureyri, þá segir bara Valdís, hlustaður á FM 95 Blöð, bara nei. Hann bara gjössanlega steindi, hann bara straujaði greinni. Þegiður. Ég bara haka, ég fór sem Ríkard Óskar Gunnarsson. Ég fór bara beintir á vísi og hlustaði á þetta. Nú slakar þú á, sko. Það sem ég get bara sagt eitt. Ég elska Grenivík. Elska Grenivík, auðvitað. Allavega ekki þessum þætti. Jú, nei. Það var basically, miskilningur var að við vorum að tala um hvar varum til að vera akkurat núna, skilur það, því að við vorum bara komnir á þjóðatíð. Við gátum ekki vera bara, það var toppikið, skilur. En já, þetta. En þú veist, þegar ég kom á Greiningu á föstudeginum, þá var ég að klæða mér í stuppbuxur og ból. Varst þú ekki að hjálpa ykkur fjúkandi tjöldum? Jó, reyndar var ég að því, sko. Sko, drengi, talandi um þetta. En já, ég vil koma að framfæra. Ég elska Greinivík. Og bara, please, ekki berja kallin því ég mæti þetta, maður. Ég nú bara. Það er ekki alvarlega það, sko. Þú ert enda búin að vera í bóksun. Ég er vissum að þið geti lamið sko. Herru, strákar, ég verðs að við höfum að tala um föstudaginn í Eyjum. Þetta var. Nei, ég aldrei sé svona. Nei, ég veist það, þetta var. Ég sá bara vídeo, sko. Já, þú veist, þetta var rosa. Við væntalega fórum aðeins yfir til blökastunni, en ekki hér, en þetta var rosalegt. Þú veist, ég vissi ekki að tjöld gætu bara til dæmis sprungið. Það er bara new knowledge fyrir mig. Hjólhísi hafa sprungið í svona veðri. Ég var bara að tala um hardcore hjólhísi. Já, og ég náttúrulega er bara á FM og búin að vera lengi, þannig að þú getur ekki eins og reynda að útskýra fyrir mér af hverju þau springa, sko. En málið er að þau sprungu. Og ég sá það, og það var rosalegt. Og við vorum komnir í fulla vinnu þetta, ég og blöðarinn, sko. Gilsarinn hvarf, sem var náttúrulega alveg. Þú bara pakkaði saman, fórst upp að herbyggi. Það var betra veðurlega. Kastaði hann hangla, sko, þú átt ekki að mæta til Eyja, segi ég nú bara. Ef ég má ekki fara til Grenivíkur, þá má ég er búin að vera hana 50 sinni, sko. Ég elska með það. Við vorum að það framöndir að halda bara tjöldum og reyna að vera hérna. Varst það að púsla tjöldum saman? Nei, við vorum í bara, þú veist, við vorum í stemningu, við vorum í hvítu tjöldunum og svo kemur bara, þú veist, þetta var miklu verið spáð en var spáð. Sammála því. Þetta var. Því að ég ætla að segja, þegar ég var hérna, því með ég verið í útsendingu, millir 12 og 4, þetta var ekkert slæmt. Nei, það var spáð, sko, bara ég man ekki eins og hvað spáð, þú veist, einhverju 15 vinststigum með bla bla, þú veist, það var bara, þetta var örugglega svona 30, sko, þetta var bara miklu verra og við vorum inn í bara tjaldi og bara, við vorum öll bara hérna, það var bara blandan í annari og að halda í einhverja súlu í tjaldinu hinni, sko. Þannig var stemningin á föstudeginum. En síðan lagaðist það. Var ekki laugardagur og sundarinn bara góður? Jó, það var ekkert af þeim, þú veist, það var bara. Þið fóru náttúrulega allir heim á sundarinn, ekki? Nei, ekki alveg, sko. Nei, þeir framlengdu mökkbræður. Mökkbræður, það er 9 ára. Áttur að fara heim? Ég meina, þú veist, þetta var náttúrulega algjör skita. Akkur setti ég ekki aðlegun á það þegar þið framlengt dag til viðbótar frá sundi til mánudag? Já, sko, málega þetta var samt smá skita líka því að við ætlum að fara heim og svoleiðis. En síðan var bara, hittum við Pétur Jóhann og hann einhvern veginn bara í gýr og þetta bara eitt lit öðru, sko. Þetta en allavega, ég var á Greinidorm, við köllum þetta Greinidorm eftir þessa daga því að þú veist, það var bara Þetta tala um staðin sem ég elsku út á lífinu. Já, Greinivík. Já. Allir hérna í kringu tjálsæðið kom bara nýtt orð, Greinidorm. Það var rosalega. Það voru bara alla þessa daga sem ég var hérna var bara 20-25 gráður og maður bara bera á sig sólavörd, eitthvað sem maður gerir bara ekki á Íslandi, sko. Bara á að gera það en ég gera það aldrei, sko. En þetta er alveg bær, sko. Varst að bera það vörn? Ég þurfti að gera það bara, þú veist, annars varstu bara að fara að skadbrenna, sko. Þú getur ekki ímyndað hvað var heitt þarna, sko. Já. Maður fer ekki þangar um að hafa vörð, sko. En það er ekki líklegt að þú verið bókaður í gigg þarna á næstum stendur. Ég er búin að vera laumin að fullu þetta sé the greatest town in the world, sko. Já, þetta vinna þetta tilbaka núna. Hvað er margir heima á Greinivík? Hvað er margir sem hefur reyður út í? Svo vinna er byrjuð 300-400 manns eða ekki? Jú, því held að séu 350 manns sem búa á Greinivík. Þetta er fallegt bæjarstæði. Mjög. Og fólki þarna, því að besta fólki. Það er það. Það sleikja að Greinivík vel upp. Það er það. Að því að, sko, það er allir heldur hjálpsamir hérna líka, sko. Lendi smá vesinn með bílinn á bara einhver Jói sem hringdi í vin sinn sem var bifvélaverki og hann bara kom og græði það. Hvað kom fyrir bílinn? Dekkjavesinn. Nú, hvað, sprakka á hann með? Já, eitthvað svona, þú veist, einhver skrúa upp í dekkið og Settu ekki bara einhvern aumingi undir? Nei, málið með það með nýja bílasteinður kannski að þú ekki nýjan bíl, en hérna það er ekki varat ekki nýjum bílum, sko. Já, en þú veist sem er fáránlegt. En yfirleitt eru settir bara aumingjar undir
Það heldur engin aumingi undir Nei, aumingi bara dvaradekk Já, ég gerir mig grein fyrir því Hvað átti ég að draga Getur þú hringt í einhvern góm sem kemur með dekka? Nei, það bara kom einhver gæi Hann var á Hauganesi sem var hinum einn Algjör meistari Hann bara tók dekkið að því að fór skrúa í það setti bara eitthvað svona pinna í það og sagði, þú getur keyrt á þessu bara redda þessu að því að þú veist það er engin aumingi að þú voru kallað aumingjadekk sko. Það er heldur ekkert í þessum bílum heldur. Það er bara ekkert varadekk. Þú þarft að hafa einn aumingja í bílnum að því að þá ertu bara með klassíska aumingjan og þú mátt ekki fara yfir 80 á því. Nei. Það eru reglurnar með Hvað átti ég að fara að draga Það eru reglurnar Átti ég að fara að draga 1750 kg hjólhísi á aumingja Ef þú ert á einum aumingja þá sleppur það Ólíklegt sko Helviti En að draga eitthvað þingsta hjólhísi í landsins sko En byrju, akkur já, en ég minna Það kaupir ekki svona hjólhísi og keiri sjálf Já Nei, það draga Þetta er að tala um húsbíla Já, húsbíl Akkur kaupir ekki húsbíl Jésús Er það ekki 10 svona betur en að vera á hjólísi? Nú er ég bara á því, nú er ég ekki Akkur kaupir ekki svolít Akkur með að draga þetta okkur um öðrum bíl Að því að sko Að því að gallin við húsbíla Þú ert komin á eitthvað tjaldsvæði Og þú veist Við þekkjum þetta ekki. Nei, ég veit það. Svo hefði ég farið á húsbílum minnum og langað að kíkja á Akureyri eins og ég gerði á laugardaginn og svona. Já, það eru bara kertanga á bílum. Já, það eru bara að missa spottinu þetta á tjaldsvæðinu. Já, en þú gistir. Það er endur álöfur skemmt. En býtu, þú getur náttúrulega farið líka bara á næsta nettoplan og gist, skilur. Þú veist, þú ert á húsbíl. Næsta nettoplan? Nei, ég er að segja, þú getur lagt hvað sem er og bara, herru, já, nú ætlum ég bara að fara aftur í og sofa. Ég var til að sjá þáttaröð og Steinþór hérna að ferðast á húsbíl. Það er að leggja út á netto og leggja sér. Þetta er eitthvað besta hugmynd að sjónvarpsþætti sem ég heyrst. En býtu, nú er ég að miskila eins. Steinþór og nettoplun. En þú mátt samt alveg bara leggja bílnum og sofa í honum, ekki? Mátt alveg gera það, en þú ert með öðru fólki. Ég geti sofið í bílnum mínum bara hérna fyrir utan. Það er að segja fólki, þú má kíkja á Akureyri, þeir eru búin að missa spottið, já, við gistum þetta bara á nettoplaninu. Já, nei, þá ertu búin að vera allan daginn að grilla og krakkarnir í leikjum og kuppur og svo segir Það er mest að kjafta það sem ég heilt, sko. Nei, já, þú veist Gistum bara þetta nettoplan. Já, kannski ekki alveg á þá bílaplan það. Þú getur gist samt bara Þetta er virðmál og leggur, ég bara skilja Róleg íbúðargata. Nú er ég að hlusta á Richie. Þú leggur hjólísinuðinu á eitt stað. Já, tekur það af bílnum og þú átt spottið. Og svo ertu bara ykkur 7-8 daga blackouti á því svæði. Það er sem, þetta virðist vera þannig. Þannig rúlar ekki. Þannig að þú ert ekki að ráa eitthvað á. Já, auðvitað ekki. Þú getur ekki verið að keyra bílinn eða þú ert í blackouti. Já, það var þetta ekki þannig, en eins og segi, þú veist, maður þurfti að fá sér kaldan og jager stundum því að það var bara heitt. Já, drullu heita það. Og það er þannig, herðu, við erum búin að tala helviti lengi. Þeir eru eins og að koma tilbaka og nú er bara hardcore vetur framöndan hjá ykkur. Já. Eru þið sammála því, það segja margir sem ég reynda þolegi að sumari sé búið þegar verslunarhelgin er búin. Ég er ekki sammálaði. Ég sko, hvenær er sumari samt búið sko? Ágúst getur oft verið heldur góður. Já, nei, nú ekki alveg búið. Ekki segja, gefur svo 3 vikur. Svo fer svona skólandi að fara að kekja inn og eitthvað og svona ágúst sett. Þá er partíið búið. Ég er nú að tala um það. Það er rosa skakt sko, af því að náttúrulega þetta er ekki alltaf eins sko. Þú veist, þannig að þetta breytir og við þurfum að breyta svo held ég með, þannig að sko núna er sumardagurinn 1. apríl og það náttúrulega er löngu hægt að make a sense sko. Ég er sammála því, mætti færa það aðeins. Já, þannig að þú veist, það mætti kannski vera sumardagur 1. mætti verið í júní og þá er sumari teknikli kannski út á ágúst. Kannski júní er full líkt, kannski 15. maí eða eitthvað. Já, bara í fyrsta lagi sko. Þannig að þetta er svona, jú, sumari er þá teknikli bara hálna núna. Já, myndi halda það. Herru, það er rosalega þáttur framöndan hjá okkur í dag. Gilsarinn er með spurningakeppnina og hvað er konseptið í dag? Sko, það er sterkasti maður Íslands núna, þannig að á morgun það byrjaði í dag, er alltaf helgina og það er King of Being Strong svona þema sem er Okay. Þetta er eitthvað nýtt eða ekki? Ég man ekki eftir að keppi þessu. Ég hef aldrei heyrt þetta koncept. Það er endar að skoða gögnin en ég bara myndi halda ekki. Nei. Ég ætla að henda ykkur í þekki eða ekki því að það er nú áður keppt. En ég held að ég hef aldrei spurt ykkur 2. Já. Nei, ég man ekki eftir því heldur. Það er verið að brjóta blæðina. Herru, ég ætla að henda ykkur í How Do You Do Fellow Kids og þið keppið á móti herra Hnetusmjör sem að koma hérna í heimsóknu eftir til okkur og spjalla eins við okkur. Sem verður rosalegt og hann ætlar að mæta með lið. Þannig að það verður spennandi að sjá hvað hann kemur með. Herru, við ætlum að henda þessu af stað FM 95 blöð til klukkan 6. FM 957 Kanye West og Rihanna lagið All of the Lights hér á FM 957 í FM 95 blöð.
Herðu, við værum vanalega að fara í slúðri núna. Já. En ég ætla aðeins að breyta. Ég ætla að sleppa slúðrinu, það ekkert að gerast. Ekkert að gerast það? Nei, það rólegt. Það rólegt. Og að því að við erum svo rosalega þéttan þátt, þá ætla ég að henda ykkur vera beint í hvort myndur frekar. Já, það þetta rosalegt. Já, það bara þannig. Veitu hvernig það virkar? Þetta eru 3 spurningar, kannski hendi ég 4, sjáum hvað við erum fljótu með þetta. Þetta eru 2 vondir kostir. Þið þurfum bara að velja. Og hvort myndur frekar HK-a? Maður getur bara venjulegt dag. Já, svona ekki að segja bara svona nokkuð eðlilegt. Richard. Herðu, hvort myndið þið frekar þurftu að velja að þurfa alltaf að vera í trúðaskóm hvers skipti sem þið farið, þú veist, við veitum ekki trúðaskórir eru hefði stórir og svona klossar en líklega þægilegir sann Já, eða þið þurftu alltaf að halda á svona bönns af blöðrum hvers sem þið farið bara svona, já, í höndinni Basically bara út að breyta okkur í trúð þarna sko, að þú ert með bönns af blöðrum og í þessu hérna viðfari þannig að ég alltaf út að það berjast í blöðrunar út að það setja henni í bíl hefur þú séð hvernig googlar clown shoes þetta ekki það er rísastórir og langir og þeir eru aðstæðanlegir komin í jakkaföt það er svo algjör og svo hálfið þeir eru mjög aðstæðanlegir á allavega þeim sem eru ekki að leika trúð sko at the moment sko en blöðrunar eru samt bara ímyndar og sett bara við vorum að tala golf á hann þeir eru farið í golf og þeir eru með þú veist, alltaf þessar blöðrur sko þú veist, það er að fara inn í bíl, út úr bíl, inn í búð þetta er allt vesen sko þannig að skónir eru, ég myndi segja að þeir væru miklu þægilegri Já, myndur þú velja skóna? Já Googlaðu núna fyrir fram Steinþór clown shoes Já, ég meina, ég hef verið í svona skóm Ég hef farið í svona skó Þetta eru ríkileg skó í tökum Sko, þeir eru alveg hérna rísastórir Já, og þetta er þungt sko þú ert ekki að lappa venjuleg skref í þessu sko en þú mátt aldrei sleppa blöðrunum mann og verður með það er líka hrikalegt Já, þú ert að fara út úr húsi þá ert að taka bunch of balloons og að halda á þeim hversum þú ferð Getur þú keyrt í trúðaskónum með það? Þú getur eiginlega ekki keyrt með allar þessar blöður sko Já, þú getur sett þær í rauninni aftur í Setur bara farþegarsæti sko Já, það er eitthvað þannig sko Jú, en það er alveg hefi þreytt að vera samt með bara 20 blöður í bílnum sko Nei, samt ekki stemming, þú ert komin í jakkafötin í geðvikum jakkafatt og skóm þó þú sett bara með blöður, það er ekki bara stemming Jú, ég er náttúrulega ég myndi vel, ég er með mjög slæma reynsla því að vera með eitthvað blöður í bíl ég náttúrulega var sko, kynja blaðran hjá dóttir minni sprakk í bíl í bílnum, ég var bara einn með blöðrunni á Þorláksmessu sko allt út í einhverju bleiku konfetti og bara, þetta var skist vel á þið þar Já, þú veist, ég bara þú veist, var bara búið að blása svakal í þetta maður þú veist, þetta var bara, það var allt ég er ennþá að finna bara stundum á miðstunum kemur bara allt í einhver bleikt konfetti glimmer sko það bara og þú veist þetta og dóttir minni 5 ára sko þannig að þetta bara fer aldrei úr bílnum þannig að þú ætlar að taka skóna Steinþór ég tek skóna Gilsi Já þú veist þetta er alltaf ríkalegur option en ég held ég verður líklega bara að sammála Stóni að tvennu illu skárra held ég sko Ok þá er það næsta hvort myndið þið frekar skein ykkur með berum höndum það sem eftir er eða vera með bruna blöðrur á öllum puttum það sem eftir er Það þið fengið svona bruna blöður á puttan Já, það er ekki þægilegt Það er óþægilegt Það er viðbjöður Það er þetta að skera, sko, skeinað með berum höndum Steindi er náttúrulega virtasti skeinari Þú kannski getur svolítið svarað fyrir þetta Sko, máli er að ég hef ekki góða tilfinningar með þessum brunablöðurum sko Ég síðasta tenniferð sem ég fór í ekki núna, heldur á undan þá voru nýkomin, bara við lentum fórum upp á hóteli, þú veist, það verður svona réttur í kvöldmat eitthvað svona og fjölskyldan mín er mætt þarna áður sko stórfjölskyldan þannig að við mætum og erum að hitta alla og algjör stemning og ég fyrir fótbolta við krakkana og ég er eitthvað svo lélugur, ég er eitthvað svona söndulum þannig að ég fer úr þeim og er bara á tánum svo allt í nú fer ég að finna bara svona sviða undir fótunum og ég kíkti þá öll húðin bara farin af bara af húðin og ég þurfti að kaupa sko einhverja sérstakar sandala sem voru ekki nettir sko og þurfti að kaupa líka svona það var ekki til, hvað heitir þetta svona hlíf eða svona eins og að þetta heitir tóknar
Teygjusokkur Já, teygjusokkur það var ekki til hann, ég þurfti að fá hnélífar og setja einhvern meginn hann undir og svo verið í söndulónum og haldra næstu 10 daga Þannig að ég er vel hitt Þú ætlar að taka, já, þú ætlar að skeina með berum höndum 100% Samt en nærðu samt, þú ert mjög virtu skeinari Og líka bara ég gamer, ég þarf að vera með Já, ég er það virtasti Getur þú skeind þér almennilega, þú ert vel skeindur með höndun Nei, það væri ekki hægt Það er alltaf illa skeind Sem reyndar alveg rosalega fýtt punkt En illa skeindur hversu Ef þú færið hendurnar svona milli samt Eftir hverja skeinu Þú gætir ekki gert þetta Þú verður að vera að taka blöðurnar Ég meina það ekki Ef þú pælir í því, það er ekki hægt að taka hitt Það er illa skeindur alltaf En þú þyrftir alltaf að fara í sturtu En er ég með sviðan á brunablöðurunum eða þú veist Já Þú getur verið að lappa Híkala erfitt hjá Richie í dag Þú getur verið með einhverja alvöra plöntu bara í vasanum Alltaf Við getum ekki verið að lappa illa skeindur alla bæði Richie sko Nei, það er bara því miður Ég held að hitt vennist bara Við bara tökum hitt á kassan Smá sársauki Því miður Takk fyrir að bjarga mér þetta Já, þú ætlar að illa skeindur alla bæði sko Valdi það fljótur að koma tilbaka Erum næsta, hvort myndi frekar busta tennurnar með einhverjum tannbusta frá einhverjum ókunnum einstaklingi Þið viti af því einhver bara sem er nánast búin með sýkingu í tönnunum það skýtuðu tannbusti Nú, en akkur, er þetta ekki bara einhver venlu tannbusti? Nei, þetta er bara svona þetta er, hann er brútt og svona fannst hann á salinu og hlemmi Já, þetta er bara svona hann er vel notaður og með tennur af einhverjum allt öðrum Já, ok Eða vera í skítugum nærbuxum af einhverjum ókunnum einstaklingi Þá erum við bara að tala bremsuförun fyrir allan peningi Shit maður Ef við tökum bakteríuatriði sko Já, byrjum á því Þá er vantilega tannbustin verri Ég meina skítuga nærbuxur út ekki að fara Það er ógeðslegt sko Ég meina þú ert ekki að fara hérna En það er svona ógeðslega Það er ógeðslegt Það er ekki smittætt með eitthvað atrið það Nærbjöksnar eru þannig að það er svona blökt í þeim svona bara Richie En ég skil ekki Það er fólk æla sem að hlusta En ég skil ekki Þótt að nærið þessu skítu Það er einhver búin að vera í mig 2-3 daga En akkur það bara búin að skýta á fulli þér Ég var ekkert að segja það Þetta er bara komið smá bremsufar og það er svona smá hlandblettur kannski En ég ætla að segja fólki að það er samt ekki basic að skýtu að næri séu með bremsufari og hlandblett sko Það er alveg mjög rare sko Það er rare Þú veist, ef einhver er að díla við það þá er hann að fara alveg miklu kannski 4 daga notkun og þú veist, hann er einhver að pissa og skeinir sér ekki og þú veist, það lekur í þetta hvernig lengi nærbúsunum Þetta er bara dagur Ég þarf að tannbusta með einu sinni sem er alltaf kannski bara 2-3 mínútur versus heill dagur í sem ógeðslegu nærbuxum En það er vantilega rosalega lykt af þér út af þessum nærbuxum Þú bara lyktar eins og bara, þú veist Ég tek nærbuxunar af tvennu illu hana Ég get ekki tannbusta Já, ég líka Helvítis Þetta er rosalega rikki, þetta er svakalega Hvað er aðeins, hvað varst að hugsa á að semja þetta ógeð? Alveg bara vel skrifnar Þú ert in a dark place Vel skrifnar Síðasta er þannig Hvort myndið þið frekar vilja vera með höfuðið á ketti en bara ykkar body bara en höfuðið ykkar er köttur eða vera með bodyið er köttur en ykkar andlit Gæti hálsinn haldið hausnum upp? Já, það væri alveg það scenaríu Þið myndu fungera bara alveg vennilega En væru við það bara alveg eins og köttur í læginu en bara með kattafésið okkar fés Já, ykkar fés ekki með sem er stærð á haus og núna Þú væri stórfurðulegu köttur Já, ég er að segja það Það er bara ég er að horfa á höfuð á steinda en þú væri bara eins og En þá væri kattalíkafinn miklu stærri en að vennilega ketti Ef maður þyrst að fungera í kattasamfélaginu Já, ég meina, þú ert samt bara á 4 fótum, sko Þú lappar þannig Svo ertu líka að hugsa frúna og svona, ég veit ekki alveg þetta er ekki gott fyrir samlíð út allir köttur, sko Nei, þetta ekki Er það ekki bara eitthvað nýtt og spennandi? Þú veist, það er vantilega Köttur út allt Við sem bara Það er bara Skáraldi, ef hann er bara steindi en það er bara komið kettur eru sætir, sko Já, mjög En ef þetta er með pínu lítinn haus Þetta er að stækkar á hausin Þetta er fullvaksin köttur Þetta er ekki kettling á Það er mjög skrítið að þeir eru með svo litlan haus En fullvaksin köttur, höfuð á honum náttúrulega myndi ekki fungera bara hérna á gilsárnum Þú veist, ertu ekki að tala um að gilsárnum væri með sama
sömu stærð á haus en bara það er köttur. Það er bara köttur, Já. sama stærðin. En bara bodyið gæti Þannig karið að hausinn á mér er jafnstóran núna nema ég er köttur. Já. Þá er þetta bara Þá- eðlilega einfalt einstæmi. Þá held ég að maður myndi velja það sko. Hvað ég verið að hlaupa á 4 fótum alltaf með eitthvað ristórum hausi. Þetta er bara. Og maður er bara huggulegur eða eitthvað sko. Það kettir eru frekar sætir sko. Það er góð díl sko. Herru, þetta var hvort myndir frekar, drengirnir stóðu sér bara nokkuð vel. Eftir smástund þá ætla ég að henda þeim í þekki eða ekki. Topp tónlistarstöðin FM 957 FM 95 blöð hér á FM 957. Tíminn flýgur. Gott fyrir. Klokkan er 25. Já, það er málið. Gerast þetta. Það eru hinsegin dagar og veðurspán á morgun. Það er tenni veður bara- í Reykjavík á morgun. Bongo blíða. Já, það alvöru. er bara við kveitjum hótt til að fjölmenna. Heldur betur, við ætlum að henda okkur í þekki eða ekki. Þegar ég verið gestur í þessum þætti eða verið að stýra fyrir blöð, þá hefur alltaf annarkur ykkar, þá ég alltaf keppt við annarkvörn ykkar. Nú ætla ég bara, því þið hafi nú oft keppt hjá blöð. Ég er nóandi hrættu við þetta. En nú ætla ég að láta ykkur keppa með mínum spurningum. Sem er hæðilegt. Já, með hvað síðasti liður þegar það var förðulegur eða spurningarnar, þá ég veit bara ekki hvað er að gerast þetta þá núna sko. Spurningin er, Já. hvor ykkar vill byrja eða sitja? Ég skal fara fram og undan, ég þarf að fara á klósett. Ok, þá er það Gilsarinn sem að byrjar. Sæll Gilsi. Hvað segirðu? Ég er góður. Fyrsta spurning. Skulum bara taka smá tempo á þetta. Ok. Hvað gerir frúin, frú Guðríður, til þess að kveikja gjörsamlega í þér? Þetta er bara, sko Rikki, þegar þú mætir hérna og stjórnar fyrir The Poop, þá endur þetta yfirleitt svona. Já, góða veða, nú er ekki lengur dagskastjóri, nú er ég bara almennu launagómur eins og þú. Já, þú bara launagómur. Já, þannig að ég bara get gert það sem En ég þarf ekki svona að tipla á tánum kringu þau lengur, sko. Nei. Getur ekki reikið mig lengur. Getur. Þú getur sagt plötur aðreika mig því það er góði félag, Myndir endur aldrei að gera það, sko. Okay. Hvað gerir frúin til þess að kveikja gjörsamlega í þér? Ógeðsleg spurning. Þetta er bara skemmtilegt. Þið erum búin að vera lengi saman. Þið erum búin að vera lengi saman. Er eitthvað svona, þú veist? Sko, ég held ángríns að aldrei gert neitt með því eina markmiði að kveikja í mér. Ég bara, það er ekkert sem Nei, svona eitthvað sem hún gerir. Já, sko, jú, kannski eitthvað sem að, en það er ekki svo hún er að gera með því markmið að kveikja. Þetta er eitthvað sem hún gerir sem ég finnst huggulegt, skilur. Já, ok, það er þó bara svar. Ekki hún að reyna það eitthvað. Það er þó bara svar. Þá ertu bara að segja henni, þá ertu bara að gefa henni hugmyndir. Ég þarf að svara eitthvað, eða ekki. Já. Líkunar á því að sko, Steinþór alltaf aldrei að fara að fá punkt. Maður veit aldrei. Ég myndi segja bara þegar að hérna hún er komin bara svona í gemgallan, leiðin í ræktina og bara er að skottast í gemið. Já. Og þá hérna óvinni huggulega alltaf þá ég vel það. Já, bara frábært. Svo er fótbolti bara mjög gott svar. Það ekki? Jú, bara frábært svar. Takk, hvað myndir þú segja hana? Svona ég var nú ekki búin að hugsa þetta. Nei, það sem segja og það auðvitað að spurja bara aðra hann að silkislagur. En góða við hann að vera stjórnandinn í þessu. Ég þarf ekki að svara. Nei, ég veit þú getur sagt bara þegja. Ég ætla bara að gera það. Ekkert mál. Plead the fifth. Takk. Elsku Valdís mín og ammar í dag. Þannig ég ætla takk fyrir það. Ég ætla að hlífa henni við þessu. Congrats. Takk og lífgu upp á kvöldið eitthvað. Ammælisdeginum. Já, kemur ljós. Herðu, Gilsari, ef þú verið fugl, af því að þú ert nú bird lover, alltaf sagt það. En ef þú verið einhver fugl, hvaða fugl værirðu? Ég væri fugl og það er að finna einhvern fugl sem er svona hendar persónleikanum og ætli ég væri ekki bara hani. Sveldist þér á Nei, þetta verður kokk. Nei, bara þú veist vakna snemma alla dag, alveg saman hvað er í gangi. Já, ég skil. Já, þetta meikar sens. Skilur, vaknar alltaf á sama tíma. Já. Alveg saman hvernig veður leiðilega rútínan alla daga. Hann er svolítið heimakær, hann fer ekkert mikið út fyrir sitt svæði, skilur, hann er bara hann öskrandi eitthvað. Þetta er bara spot on. Og hérna, en svo getur látið heyra vel í sér hann á milli, sem ég getum gert hann á milli líka. Ég held ég sé bara tuða vel alveg. Já, ég er hani. Þetta er bara þetta var alvöru. Já. Og ekki steinda vel að segja það séu okkur hafvörn eða eitthvað. Ég er langt frá að vera hafvörn, sko, ég er hani. Þetta var gott svar. Takk. Það gefa þér þetta. Thank you. Gilsi, þegar þú gerir vel við þig,
þess gerir vel við sjálfan þig sexually og 1 hvaða staður í húsin já, hvaða staður í húsin Ertu bara hendið þessa spurningu núna? Já, hlustaðu Ok þegar þú gerir vel við sjálfan þig sexually 1 hvaða staður í húsinu er þá oftast fyrir valinu? Þú veist, er það svefnherbyggi, er það klósettið eða stofan eða Klósettið? Já, ég er bara að spyrja Fólk að fara á salendin bara Ég bara, eins og Ég veit að eitt félag sem er svolítið í því sko Við glemt að læsa daginn sko Frúin lappaði inn Hver er það? Hvað ég segja það bara hérna? Það er bara einn af okkur bestu vinum Já, ok, ég skil Ég held í því atriði Ég veit hver það er, ok En það er hérna skrítið Já, mjög Þetta er þetta, nú byggðu bara fólk að með styrtið á bylgjuna Þetta er bara þannig sko Hver er á vaktin núna hinum meginn þarna? Hinum meginn veginn Reykjavík Cities Já, það er ekki bara allir í toppstandi þar Jú, Mér með stilla bara yfir það Ég lofa því að þeir eru ekki að spyrja okkur annan á þessu núna Nei Þú eru að ræða vextina eða eitthvað Ó, ég elska þetta Shit, sko Ég get ekki verið með hérna Þetta er alltaf hrikalega spurning í fyrsta lagi, Richie Ég get bara ekki verið með eitthvað mjög cool svar hérna Ekkert meira cool svar en bara Setterbergi því miður Já, ok Það má bara, getur döða Við getum bara farið í næstu spurningu sem fyrst Já, þessu nú svona sennilega svo eðlilegasta Fyrir utan fuglin Ef þú myndir lendi í því Gilsari Fuglin var eðlilega spurningin sko Já, ég er að tala um það, fyrir utan fuglin Fyrir utan fuglin Ef þú myndir lendi í því að vera handtekinn fyrir, sko, þú ert með hundruðir umferðarlega brota Bara eins og hérna Jim Carrey í Liar Liar Þegar hann hérna opnaði hérna hanskóla og hrundi út Hrundsektina Já, og væri bara með hundruðir umferðarlega brota Og þú ert ekki búin að gera þetta upp Og þú eru komin í það mikið vesen og þú getur ekki greitt þetta Og þú þurftir að sitja inni fyrir einhverju af upphæðinni Hvað myndir þú treysta þér í að afplána langan tíma? Og það eru að tala um í Do time Já, það eru að tala um bara í fangilsi á Íslandi Er það á hrauninu eða er eitthvað þægilega fangilsi Hvernig svona, hvað setur með það? Þú veist, hrauninu er bara svona aðalfangilsi Já, bara hraunið Já, ok Sko, þetta er bara drullu Sko, þetta því að Þú er á töffari og segir bara Ég getur þykir nokkur ár skilur, En svo fer maður að hugsa þetta þess Og það er sko Ég er ekkert sem ég geti það sko Í fyrsta lagi hittur þú frúna og kids Hvað einu sinni viku, eða ekki? Já, ég held að segja eitthvað svo leis Þannig að fer frá því að hitta það hverjum degi yfir einu sinni viku Það er kræfjandi myndi ég segja Já, klálega Ég myndi handla það illa Svo er ég alltaf með skjáfík á mjög háu stíi En ég held þú geti verið með svo TV og Playstation Já, en ég myndi geti verið á því internetu Nei, ég held ekki Já, það var erfitt Ég er nettengdur Allan sólarhengin, allan ársring Ég get náðið klukkan 2 á nætundar núnast Já, ég er alltaf tengd Þannig að vera ekki tengdur 24/7 myndur bara það verið hrikalegt Það var alltaf að hugsa hvað er meil að koma eða hvað er að gera eftir það er hrikalegt, ok Þannig ég er ekki með síma, ég er ekki með tölvu hitti familíun örsjaldan Ég held ég myndi, svona ángríns Bara hinskilin Mestalega einn dag Ég held ég yrði nánast alveg rugglaður í hausnum eftir einn dag Ég myndi labbi hringi í ykkur herbyggi og að verða Þú ert samt ekki í því 24 tíma sko. Ég verð alltaf að gera eitthvað fara út og fara í workout og þú vinnur eitthvað þarna Já, ég bara Getur með þess að mennta þig Ég er bara reynskilin, ég myndi handla mest að leita Einn dag? Svo þetta var búið að meldi Herðu, þá er Gilsaninn laus Kallaði í Steinþór Ég fæði að fara fram Já, kallaði í Steinþór Herðu, þetta voru bara fín svör hjá Gilsarinnum Verð nú að gefa honum það Þetta var Ég sko voru að pissa Tók 2 símtöl Já Samt, voru það að klára núna? Þetta var samt ekki eitthvað brjálaðast langt Nei, ég veit það ekki Nei Herru, Gilsan er búinn Steinþór Fyrsta spurning Hvað gerir frúin þar að segja Sigrún til þess að kveikja gjörsamlega í þér Jesus maður, ég vissi að þetta er eitthvað skrítið og þetta er bara skemmt Þeir eru bara Já, ég bara Það er bara hjón Já, ég menn það er ekki Hún er bara lengi með Sigrúnu og eitthvað lítur hún að gera Það er ekki Nei, það er bara Ég bara Gerur hún ekki neitt það? Nei, ég er að segja það Það þarf ekkert að vera eitthvað rosa merkilegt til þess að koma June í gang, sko Nei, ég meina, ég skal gefa það smá vísbendinga því að Gils er ekki að hlusta, þú veist, ég meina, hann var svona svipar og þú en hann þurfti að svara ykkur, svona, þú veist Já, bara, þú veist, ég veit það ekki, ég bara, hvað Veitu, hver var spurningin okkar? Hvað kemur kallinu til, eða?
Já, bara, þú veist hvað gerir frúin Já. Ég meina, þú ert búin að lengi með sömu konni já. Og ég meina, og þú veist, þið erum búin að ganga gegnum súrt og sætt Ég meina, en það lítur eitthvað að vera sem, svona, þú veist Ég baði, ég Þú ætlast óþægilegum Já, þetta er bara óþægileg spurning og ég actually að reyna að bara koma mér útrunni hérna. Nei, það er bara, þú veist, þegar bara hún bara eitthvað púkast í kallinum, skilur við Púkast í kallinu Þú veist, það ekki, bara eitthvað Bara púkast í kallinu Já, Það er ekkert að ég meina, þetta er svar Já, bara svona, þú veist Þetta er svar, þegar þú farið inn að eðla hérna Ef þú verið fugl hvaða fugl væri? Þú ert þú ekki nokkur hrættu við fuglaða? Nei, ok ég bara alls ekki Ok, ef þú væri fugl, hvaða fugl væri? Og ég svona er að reyna að segja við svona þú veist, svona, hvað svona myndi minna þig svona karakterlega séð og... Ég myndi að vera máfur Já, ég er það samt að segja, ég er mjög líklegt að Gilsarinn giski á það sko Já, bara ég myndi bara vera með börnunum mínum þar sko Ég náttúrulega, þetta eru bara my babies, mávanir Já, ég er mávapappinn Já, ég meina, þú ert búin að syngja lag um máva sko Já, og hérna En ég meina, þetta er hreinskilisvar Svo alltaf þegar ég sé mitt eitthvað svona kemur alltaf af og til einhverjir íbúar einhver staðar alveg brjálaðir sko af máum Myndur þú samt vilja vera að rotta hálóftana það? Þetta er ekki rottur Nei, þetta eru algjör bara prakkara sko En ég er að segja, þú veist eða Ég er í golfi Steinþór sko Ég verð helviti reyður því ég sé máf taka kríunga sko Þá er ekki mikill máaðandi sko. Nei, en ég minna, þú veist, þetta er bara náttúran Og ég held að hérna, ég myndi segja máfur alltaf sko Það er bara þannig Og svo er mér svo gaman að sjá þegar fólk er að kvarti við þeim sko Ég ætlum hérna, það er ekki sitt í svona hverfisgrúpum Jú Fólk er alveg að tjúllast yfir þeim sko Þú tekur máinn Það hefur gaman að fá læti á stundu líka vita á slakaðar á Ok, herruðu, þriðja Steinþór, þegar þú gerir vel við þig Sexually og einn En þá, þetta heldur á hún að vera skrítið Það skannar ekki Hvaða staður í húsun er oftast fyrir valinu Og þetta er í fyrst skipti sem ég sé eiginlega einu svona kjaftstopp Já, þetta er alltaf bara þessar spurningar eru alltaf bara ekkert í lagi Og það er ekkert í lagi að vera svaraði meldur Þetta er bara gali Jú, ég meina, þetta er bara leikur Og við erum að sná, bara hafa gaman Já, ég meina, það er bara En ég meina, þú veist, þetta er ekki tabu að gera þetta allir Já, en þetta er náttúrulega, skilur það er ekki hlaupið að því í dag, sko Nei, nú voru ég að tala um bara Þú ert einn heima, þú ert einn með kotið Já, sem gerist ekki oft Nei, en þegar það gerist Já, Er það klóið, eða stofan, svefnherbergið, eldhúsið Ég bara sér ekki Potturinn Potturinn, hvað brjálaði maður Ég held að sé það er bara, þú veist, ég get ekki svarað þessu Þú þarft að svara ykkur, ég vildi ekki gera hann svaraði ekki Jú, hann svaraði víst Ég lofa þér, ég sverfi allt Hann endaði með að þurfa að koma svar Já, þú veist, það var bara rúmið Það er bara rúmið Ok Herðu, og síðasta, hún er líka svona, hún er þægileg Það er ykkur alvöru viðbjóður Nei, lofa því, hún er bara nokkuð eðlileg Og vel spesiðar ekki, sko Já, ég veit það Ef þú myndir lenda í því, Steinþór, að vera handtekinn fyrir 100 umferðalagabrota þá voru bara að tala um sko eins og í hérna lægiratriðinu hefur hann opnað handskólu og hrundibrót þetta eru 100 sekta alltaf yfir á rauðu Já, þú ert ekki búin að hérna borga neina þeim komið í dráttavexti og þú hefur ekki efnað að borga þetta en þú þyrftir að sitja inni fyrir svona einhverja upphæðinni hvað myndur þið treysta þér til þess að afplána langan tíma þá er ég bara að tala um í fangelsi á Íslandi og við og Egill tókum bara hraunið sem er bara svona aðalfangilsið ég myndi bara ætla að sé ekki bara 0 dagar er það ekki svona heiðalega svarið já, bara heiður 0 dagar? Já er ekki 1 dagur? Jó, kannski 1 dagur já, ég meina það, þú veist, það fer eitthvað af peningum þá, sko hvað sérðu? Já, þú veist, þá ertu að taka sektinu niður myndir ekki treysta þær í viku eða Jó, ég er ekki að Alcatraz sko hérna, nei, ég er að segja bara hérna, jó, sko líka bara að maður myndi vera svo bara með hefði skemmtilega gæja skilur, í klefa, þá getur maður bara verið í PlayStation og þú ert mikil gamer já, setjum viku herru, vika, herru, þá má kalla í Gilsaran hvar sem hann er nú hann er ekki hér til ég að ná í akkur er hann ekki hvað, er hann að hlusta á vísi eða
Já, við erum að wrap this up. Herðu, þá ætlum við að velta steinu með hnetin. Þá ætlum við að fara yfir þetta, drengir. Átni mættur, hann þarf að koma hérna og við ætlum að hann ætlar að keppa ykkur í How Do You Do for Kids. Það er rosalegt. Herru, ég ætla að byrja á þér Egill. Hvað sagði Steindi þegar ég spurði hann hvað frúin hans geri til þess að kveikja gjörsamlega í honum? Sko ég myndi að halda klæðis í svona eitthvað svona gamer búning Super Mario Bros eða eitthvað sem álf eða dverg fyrir eitthvað svona frægur tölvuleik þannig eitthvað kall í eitthvað tölvuleik sem hann að spila. Já, en það getur líka bara að vera að hlusta og þetta er ekki gott sko. Þetta er ekki dónulegt að klæða sem er Super Mario Bros. Það er heiðalegt. Eitthvað svona eitthvað gamer fígúra sem Steindi hefur gaman af. Klæða sig þannig upp. Gamer tölvufígúra. Já. Er það lokasvarið? Rétt. Það er ekki rétt. Hann sagði bara púkast í kallinum. Hvað þýðir það eiginlega? Ég veit það ekki alveg nokkulega. Það er bara svona Nei, bara eitthvað púkast í kallinum? Já, bara eitthvað svona skilur við, heyrðu eitthvað svona, gefundi fótinn. Steinþór, ég spurði Gilsarana nákvæmlega sem er spurningu. Hverju heldur að hann hafi svarað? Var það til sína konu? Ég myndi halda Þetta er ríkala spurning sko. Þetta er alveg ríkala. Samt ekki versta spurningin sko, það er raunir sem er verri líka sko. Þetta er alveg ríkala. Ég ætla að segja að það sem að það hlýtur að vera eitthvað svona að því að sko Egill vakir ekki á kvöldin. Nei. Hann getur ekki vakað nema bara til 9. Hann sopnar snemma. Þannig að þá ætla ég að gíska á að sé svona að það er eitthvað morgun stemning að dettin. Morgun stemning bara deginum eftir. Já, þetta er eftir, já, bara morgun. Bara morgun. Bara morgun. Það er 0-0 ennþá. Það er þegar að Guðrýður klæði sig í gamegallan og leiðin í gymmið. Gamegallan? Gamegallan, hvað þú segir þá leiðin á tungliðið? Nei, gamegallan. Ég held að væri búin að skoða hérna Sko, Rocket Lab 3i, hérna Atlas sem er að drepa okkur í nóg með þá heilanum og ég skal ekki að vera komin í gamegalla. Gamegalla, já, ok. Gætu fengið stigmölan og nú spyr ég þig Steinþór. Ég spurði Gilsarn ef hann væri fugl. Hvaða fugl væri hann? Ég hugsa að hann myndi vera annarkort sko hrafn eða örn. Ok. Ég hugsa örn. Af hverju hann var stór fugl og stór og mikill og tignalegur. Já. Takk fyrir það Steinþór. Ég er að hrósa. En ég veit að vita hvort segja þú myndi vilja vera hann. H-vitamin eða mikilvægt að vitamin. Ég er ekki að segja og sért eins og fuglin. Ég er að gíska þú. Ég er að gíska þú. Ég veit að þú sagði hrafn, örn. Ég þarf að fá bara eitt svar. Örn, eagle. Ekki rétt. Og heldur ekki hrafn. Hani. Vaknaði alltaf snemma. Já, auðvitað. Þetta var nefnilega helviti gott svar hjá. Þetta er ekki klúðra þess. Þetta var eiginlega tíað upp fyrir. En hanar eru svona svo leiðilegir. Já, ég meina, sé lífi og Gilsson á einhvern dögum. Galandi. Það er engin vaknar alltaf á sama tíma og gólar og Nei, ég er að segja að það er ekki snáð í þeim. Þeir góla allan daginn. Ég tippla á tánum hann heima í fjölbílu svo ég veg ekki alla heima sko. En betur gera þeir eitthvað. Hvað gerir hann á daginn? Nákvæmlega sama 24 ár sem svo Gilsarinn gerir. Hann er með svona 30-40 gellur og svo er hann lappand og svo þýlíkumestari og gólar og ég veit það ekki. Já, ok. Það gerast það frábær svar hjá hann. Það gerast það spot on. Við þarf að stúta hann. Þessi keppni við fara 0-0. Nei, ég er ekkert endur við svo. Gilsari, ég spurði Steinþór nákvæmlega því sama. Ef hann væri fugl, hvaða fugl væri hann? Já, sko málega Steindi getur lappað langar vegalengdir. Alltaf á sunnudögum þá í chatinu fæ ég oft svona eitthvað mynd eða vídeo af hann er að lappar bara allar mosu. Bara svona göngutúr. Já, en sko Steindi alltaf hann getur ekki flóið. Það er alveg að hreinu sko. Engin manneska getur það. Það er ekki bara ég. Þið getur heldur ekki flóið. Þú ert að segja, þú ert svona útiloka, hann er ekki fugl sem getur flóið. Síðasti vinur minn sem getur flóið. Það getur engin vinur flóið. Þannig að þú ert mörgess. Það geta lappað ótrúlega vegalendir. Já. Og það eru svona seigar. Það bara ráfa geta lappað allt. Svo er það mjög likeable. Það ekki eitthvað sem er illaði mörgess. Nei. Það er eitthvað sem er illa við Steinda. Nei, fáir. Jú, allar á Grenivík. Það er bara 350 manns á Grenivík. That's it. Ég elskar hann að bæja út af lífinu þannig að þetta er ósanngjarnt. Þú nær ekkert að vinna Grenivík tilbaka. Þú ert að missa hann bæ sko. Það er farið. Ég er að hugsa að flytja þangað.
Staðan Nei, þannig aldrei að flytja þangað. Mér langar það. Þannig að Svo fólkinu líki vel. Þannig að hann lappar þess að mörgæs, hann þess að mörgæs og þú veist, hann svo alveg krútt þess að mörgæs. Hann mörgæs. Já. Það enn markalaust. Hann sagði, þú veist, þetta líka 10 upp fyrir. Hvað er hann búin að syngja, hvaða fugl er hann búin að syngja Já, vildu vera máfur? Ekkert líkur máf. Hvað mennur líkur? Ég ekki líkur neina Hann getur allt sem hann kemst í. Segja. Hann nákvæmlega svo máfur, hann getur allt sem hann kemst í. Sko, allir hlustendur núna eru svona 15% vittlusar eftir að hlusta á rantið þitt með mörgæsuna, sko. Það meika ekkert meira sens en að velja máf, sko. Þetta var eina 10, sko, að hann svaraði mjög heilskilst það. Ég held að þú verður 100% Já, hann getur aldrei flóið svo máfur. Hann gæti það bara ekki. Nei, þeir eru samt ekki það Þeir mikið. fljúga ekkert hratt. Nei, þeir eru bara chillin Þú ert góður að fljúga. Já, étandi Og afganga gleypaði rottur í heilu lagi. Ekki fræðulega stendi getið það, sko. Nei, en ég er stundum í afgöngum heima. Fer svona í skápinn og næ og reyns og Var það saltstákið, mávanir það? 100%. Ok. Ok, næst síðasta. Þá ætla ég að byrja á þér, Egill. Wow. Ég spurði Steinda þegar að Steindi gerir vel við sig sjálfan, sexually og einn. Hvaða staður í húsinu er Þessi var skrítið. Þessi verður ekki mikið skrítið. Hverju svaraði Steinþór með stað í húsinu? Þetta er mómentið sem ég fæ punkt, held ég. Já. Það er komið að því. Ætlar að fara að vera með, ætlar að lesa um einhvern lista? Nei. Sko, málega nú er ég bara að lesa þessi aðstæður hérna. Já. Þú ætlar ekki að lesa um lista það? Nei. Sko, Stóni fær frið í einu herbyggi heima á sig. Það er engin lappar inni og það er bara, þú veist, ef hann er inni í því, hurðin er lokuð. Hvað herbyggi það? The game room. Út af því að það er lana-lyktar. Það er svona, þú veist, það er svona, að við séð þegar menn lana lengi. Það er allt rátt svo að segja. Þú veist, það er eldgamli pítsukassar á gólfinu og menn líg og skýta í þoss. Það er enginn sem fer inn í þetta Í rauninni Það er ekki svona læs. Allt sem þú ert að segja er vilsa. Það er náttúrulega enginn að skýta á mig í pizzakassana og það er bara allir velkonur að labba að inn, skilur. Það er bara, þú veist, ég er ekki einu sem er að inni. Ég myndi halda að 75% af hristingum á Stóni séu in the game room og ég myndi halda að ég heldur náldi, sko. Það er, hann segir við frúna að sé að fara að fara að hitta Sverri og Kös hérna, ég sem álfa í einhverju frumskói og svo hristir hann sig og það er það sem ég tippa á. Það er að tala um the game room. Shit. Já. Þannig að ég var til að fá punkt. Lokasvar. Já, lokasvar. Þetta er rám. Jesus. Það er bara svefnherbergi góða. Anskotin. Ég veit að ég lélugur í dag, maður. Já, sko. Ég ætla 100% að vera the game room. Já, þetta skrifast ekkert á því, maður. Þetta skrifast bara spurningar. Já, ég veit ekki Agalega, sko. Herri, já, Steinþór, sama spurning á Gilsaran. Hvaða staður, hann var líka tregur að svara en þurfti að svara á lokum. Já. Hvaða staður í blokkaríbúðin í Kórunum? Ég ætla að segja bara að það sé rúmið hans. Sem sagt, rúmið í svefnherberginu. Já. Það er punktur! Er það ekki? Jesus. Fyrsti punktur! Ég vil læra segur í þessu. Yes! Þólið ekki. Steinþór komin í fórustu. Síðasta spurning. Veit þú ekki með eitthvað eitthvað rosa segur í þessu að hafa fiska og þú gerir það bara í rúminu. En punktur er það. Ég tala um spurninguna með 100 umfaraðalagabróta hvað þið þyrftuð, hvað myndir treyst ykkur í að afplána. Steinþór, ég spurði Gilsarana þessu. Já. Hvað treysti Gilsarinn sér í að afplána lengi? Ég held að Gilsarinn gæti bara ekki verið lengi, sko. Nei. Ég ætla að segja að það sé bara 1 dagur. Einn dagur á Gilsarinn. Já. Er það bara lokasvar? Það er lokasvar. Þetta er rétt! Það er bara þannig! Fórstu að þessu, maður? Shit! Hvernig gaf það þetta? Drengir, þetta var rosa. Þetta var rosa. Hann las mér svo opna bókan. Þetta var bara rosa. Don't call it a comeback. Nei. Hann fórst 2 í röð. Já, þú ert búin að reykja mig. Þú getur klóraði í bakkan. Hvernig svaraði Steinþór? Sko, hann er frekar harður að Steindi. Hann er ekki með mikla skjáfíkn. Hann getur dúllað sér heilu klukkutímana, bara horfa sér í speglu og poti í sök, elskar það, getur bara, hann getur dúllað sér. Hann getur labbað þessu herbyggin, hring, svona 67 klukkutíma, bara 1. Okay. Það er enda alveg nokkur rétt hjá hann, sko. En síðan alveg myndi ég gefast upp. En svo þetta myndi hann, veist, vesinni á honum er að burtu af fjölskyldu og vinum. En ég held að það geti tekið mánuð. Mánuð? Já. Er það lokasvar? Já. Hann náði viku. Ok, viku. Ég fekk ekki 1 helspunkt. Ekki 1 punkt. Það var bara lag og svo netan. Steinþór, til aðmyggjum með þetta og reyktir þetta. Já, ég tekið þetta með mér inn í helgi. Þetta er FM FM 957 Hárrétt, þeir eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 föstudagur í dag, 8. ágúst og þá eru,
Já, það var risa dæmi sem að fór á stað klukkan 10 í morgun. Það var miðasala á tónleika með herra Hneitusmjör sem í maí á næsta ári. Og ég get sagt ykkur það, kæru hlustendur, fyrir þá sem hlusta á brennslinn í morgun. Ég tippa á það yrði uppselt áður en að deginu myndi ljúka. Og herra Hneitusmjör, ég komin inn aftur. Mér langar að fá eins og segi, tölur. Skýrsla. Kekja að fá það á þeirra. Skýrsla, takk. Halló, sko, staðan þannig, það fóru 5.000 miðar í sölu. Já. Og þetta er í höllinni á næsta ári. Og sko, maður sjá, sko, viðburðahaldarinn Máni, sem við þekkjum allir. Já, okkar besti. Hann sagði mér að ljúga. Þú lígur ekki, neta lígur. Ég kann ekki ljúga. Hann sagði, segðu það séu, þú veist, 200 meðar eftir. Og dömulega legari. Ég bara geta ekki. Það er 500 meðar eftir. Þú ert búin að selja 4.500. Sem þýðir að þetta klárast í dag. Það liggur svolítið fyrir. Það er rosalega. Eins og sagðir í morgun, en fólk svona hugsar ég þarf ekki að flýta mér að vera Já, og líka, ég þarf ekki að flýta mér að vera alltaf auka tónleikar. En það er ekki málið. Já, Stúka fór strax, sko. En nei, ég sit ekki aðra. Það eru bara þessi tónleikar. Það eru 500 meðar eftir sem þýðir væntanlega að það verður uppselt fyrir kl. 6. Það er bara aðeins. Sko, það fer eftir hvað sem margir að hlusta hérna núna. Ég myndi sjálfur setja á, þetta er svona 10 í kvöld, myndi ég segja. En eins og ég sagði, áður en deginu líkur. Já, bara takk. Já, það er rosalegt. Þetta er mjög vel gert. En dertu netan. Já. Það er bara stað. Herðu, en ef aðeins að ræðum tónleikana, ég meina þú ert að fara að taka höllina og það verður vantilega bara öllu til tjaldana, þú veist það er bara Þetta er bara Laugardalshöllin. Ég er að halda 30 afmælistónleika á næsta ári. Og já, sko, þetta er rauninni bara auglýst bara herra í höllinni. Og þetta verður bara ég og DJ Speil. Og svo verður líklega einhver gestagangur en ekkert auglýst, sko. Nei, sé hvað tími líður maður. Ég veit að það eru 9 mánuður í þetta. Og Pætti að vera með sold up concert og það eru 9 mánuður í Já. Þetta er allt gert í góðu samstarfi Coca-Cola, Dominos, Arjón Banka, Mikkelsen, World Class, Nova Sirius, Blue Current og Hagkaup. Takk hérlega. Takk fyrir ykkur. Ég geti þetta ekki án ykkar. Það er mjög dýrt að fara í höllina eins og þið vitið. Og maður þarf góða styrtaræðilega með sér. Já, 100%. Ég bara, mér bara svo fyndi eitthvað tíminn, sko, hvað þú ert að halda bara, þú ert að verða 30. Já. Og hvenær byrjaður í rauninni, þú sko, ég er að hugsa svona ferils, hvað ertu búin að vera lengi? Sko, ég gaf út fyrsta lagið febrúar 2014. Já. Þá er ég 17 að verða 18. Já, ég fekk heiðurinn bara, ég heyrði það í bíl bara á geisladisk, sko. Já, nákvæmlega. Heyrðu, vá, einmitt, nákvæmlega. Ég get sagt ykkur söguna. Ég bókaði, þá var ég búin að vera dagskrárstjóri í 2 ár. Ég bókaði herra Hneitusmjör 17. nóvember 2016 í Hlégarð í Eldhúspartí FM. Ég viðurkenni það, ég hefði ekki giskað á og hann var á þessum stað í dag en ég sá bara þegar hann mætti á sviðið það er eitthvað þarna fjandinn hafið það er eitthvað mætti bara þarna og gjör sannlega eisaði ég þakka bara fyrir mig. Þetta er bara geðið, en þetta er nánast á afmælisdeginum mínum hérna. Það er bara 13. maí, 15. maí maður. Nákvæmlega, þú ert að fara að mæta. Já, ég þarf að taka að læra þetta. Ekki? Þú mætir bara á vökunni, þú tekur afmælið 13. og ferði ekki að sofa. Ég er eftir búin með 2 daga keislu þið mætið það. Mætir einn Já, sko, málega það þarf ekki eins að plugga þessu tónleikum. Það er bara þetta klárast Þetta skemmtist sturlað, ég bara þakka kærlega fyrir mig. Þetta er bara algjörlega ruglað. En fyrir þess að örfáu með það sem er eftir og fólk sem er að hlusta núna í bíl og ætlar að drífa sig, þetta er bara tix. Tix.is, já. Og vera á tánum, takk. Klára, sko, þú veist, það eru örfáu með það eftir. Herru, drengir, ég ætla að henda ykkur í How do you do fellow kids. Herru, Árni, komst þú með lið líka? Já, ég er með lið. Herru, ég er að finna hérna fyrir því. Kemur prepared. Nú er blöðarinn allan sé í hvernig Prag? Hvernig allir statusin sé á okkar manni núna. Hann komin ekki í rinn. Hann er ekki að hlusta, ekki að lofa eitthvað. Ég þarf að beða húki með Hvað heitir þetta lagið? M.O.P. Já. Og lagið? Hérna ekki Annie Up. Jú, instrumental. Herru, það er svo fyndið, sko, þetta er náttúrulega Kösi með afmælisett úti og það var fullt að liði sem fór út. Það var ekki tilvílun að bóka hótel
beint á 100 metrar, undir 100 metrum. Maður giska hvað eru 100 metrar frá hótelinu? Casino. Takk, hárrétt hjá þér og það er staðan. Það verður gaman að heyri mönnum í fyrramáli sko. Og hvernig staðan er. Hvað er löngferð, þessi mökkferð? Sko, þetta er, ég meina, Blöðurinn að koma heim á sunnudaginn, en hann fyrir aftur út á mánudaginn, þá er hann að fara í einhver Oasis tónleika með Huga. Nei, hvað er að gera? Blöður lifið er guðlega. En hvenær fyrir hann heim eftir Oasis tónleikana? Ég þarf að live Blöð þá þegar hún leini heim sko. Já, sko, hann getur bara ekki kallað mig einhverja fyllibittu. Það komið hettuna. Hvernig þetta húfublöð? Back to back. Sko, hettar sem að vera með á sunnudaginn. Þetta er hettublöð eða húfublöð, það er bæði hú og hetta. Já, hann verður bara með hettur. Skíðagrímu á leiðinni heim. Stóni, þú ætlar að láta okkur í keppni? Já, ég ætla að enda ykkur í keppni og þannig er þetta, sko drengir, ég var fyrst að hugsa eitthvað. Er þetta ekki bara allir móti öllum og það er bara höndu sá sem er með þetta. Nei, þú ert að skrifa bara ævisöguna hérna bara í töluna. Náttúrulega herra er clear favorite því að hann er tölvöld yngri nýður. Egil skrifa niður allt sem hann gerast. Hann er með eitthvað svona dagbókarvlokk alltaf. Ég skrái hluti niður. Hann veit bara, hann er búin að skrá niður að við séum allir hérna og hvað er á borðunum hérna og hann skráður allt niður. Hörru, en ég hef gaman að ég ætla að byrja á einu með það og þetta er virtur frasi og ég eiginlega bara heimta að fá stig hérna bara, skilur við, í byrjun. Ég klára með hendina. Hvað þýðir frasin að rikka sig í gang? Rikka sig í gang. Rikki, þú varst fyrst. Ég sá það. Rikka sig í gang. Já. Það er einfallega þannig að þegar þú ert eitthvað staðar mögulega á Sólundum, það er að fá sér 2 jager með klaka í glas. Það er bara þannig. Ríkharð Óskar Guðnason. Og það er fyrir morgunmatn, áður morgunmatn opnar. Ég ger þetta áður en ég fæ mér brekkara. Ef þú rikkaði í gang, þú máttu ekki vera búin að fá að bita neinu. Það verður að vera Þetta er heimskur að hafa ekki fattað þetta. Þetta er á fastandi maga. Já, fastandi maga. Þetta var annarkvæmt jager eða hristingur. Já, ég hugsa þetta að fróa sér í leðusofa. Þú varst allsberg í mástu í sofanum. Já. Vita það allir. Við höldum bara áfram. Þá er næsti. Hvað þýðir frasinn að vera blöð down? Að vera blöð down. Það er herra sem var með svaretinn. Blöð down, það þýðir einfallega að vera sköllóttur og leiður. Það er gott svar. Rosalegt svar. Sköllóttur og leiður. Það er ekki rétt. Að vera blöð down. Þetta er það að vera man down, að vera blöð down. Já. Eða svona þegar að Það er ekki. Þegar þú ert að ferðast heim eftir útlandaferð. Það er ekki rétt. Það er líklegast verið hettublöð. Er þetta það að vantar svona mesta stemningsmannin í hópin svona, það er alltaf einn blöður í hverjum hóp sem maður keyrir í alla og passar allir sér að fá sér og áfengislöggar og svo það er að við með blöð down. Þetta er rétt. Enn og aftur gott gisk maður. Þeir eru allir on fire en þetta er ekki rétt. Nei, það er að vera með hérna rakaðan pung. Já, sköllóttur að neðan. Já, blöð down. Það meikar fullkomið sens. Hvað sagði maður það ekki? Ég er bara þig klikkuð á þessu. Það verður með rakaðan punkt. Já, að vera blöð down. Ok. Það er bara Þessi er góður, ég þarf að nota þennan. En þá kemur einn annar frasi. Þetta er oft, sko, máli er að blöð er tengdur alveg heitustu frösónum á göttunum, sko. Þetta er, hvað því frasin að vera blöður? Að vera bara blöður. Ég gæti að koma áður þessi hérna, sko. Það er blöður. Núna skila að vera tvisvar. Það verður mökkað. Gott gískar ekki það sem Það hefur ógóttis að vera satt. Ok, ég skal reyna að vera blöðaður. Já, vera blöðaður. Það er svona vera fullur og reyður á Casimo. Það er hanvítur gískinn góð í dag maður. Þetta er ekki alveg að smetla þetta er svona, þú veist, já, bara anskotin. Já, blöðaður aftur maður. Nei, herra Já, ég komði með það. Vera skemmt. Hann er búin að loka kreditkortinu 3 svar núna á 2 mánuði. Hann er auðvitað þetta svindla og blöðvarinn með öllu sem ég þekki. Hann fær mail, bara einhverju maili, bara siggi@gmail sem segir, hörðu, þú ert að breyta Netflix-passvöldunum eftir. Hann bara smellir á linkin. Bara um leið. Hann fær yfirleitt bara eitthvað link á eitthvað, þú veist, fylgist hann ekki með fréttum eða? Nei. Og hann sendir blöðlink, hann smellir á. Og hann kannast ekkert við þetta geti þess að verið bara eitthvað Ég geti verið að missa fullt atvinnutækifærum frá Bretlandi. Ég svar ekki, sko, þegar hringir ykkur í mig frá útlöndum. Það myndu senda svona tækifæri á blöðuna. Hann er fljótur að smetla linkin, sko. Já, hérna.
Það verður að blöða Ok. Hvað er staðan? Ég fekk punkt. Já, það er 1-1-0. Ég og Gilsan erum komin á blaði en herra Ég ætla að rífa sig í gang Herru, ok En við höfum sér ekki með sold up concert. Það getur hugað sér að það er með fulla höll ef hann tapar þetta Er þetta 4. eða 5? Ég er með nokkrar viðbót já. Hvað þýðir frasinn skrúi? Skrúi Það er væntanlega skrúdræfur að vera með appisnusafa í vodka. Það er hárétt að hendi skrúi Það er bara gamlega góð Þetta hljóðar einhvern skrúdræfur veginn of augljós Það heldur að ekki dörrilega Já, ég veit þess að ég var smá hikandi með Er þetta ekki þá bara sudden death? Það þarf samt renni með þessu sko Þetta er brósiði sko Jú, nei, er 1-1-1? Það er 1-1-1. Ok, býtu, þá vel ég bestu Ok, þetta er besti frasi sem kom í dag Það er hérna Egill Orri, sendan Að vakna blötur Þetta er sem með tí Að vakna blötur Það er vantilega bara Ég myndi að gefa samt íspendingu Nei Þetta er þrennt, skilur Að vakna þá, þú veist, dudi og dudi Þú veist, þetta eru 3 hlutir sem gera þig þannig að þú vakni blötur Já Þannig að, ég kef 1 stig bara fyrir 1 sem náið Það er Árni Ég ætla að fá að segja að vakna Þetta er sér þetta, ef þú vaknar blötur þá vaknar þunnur reiður og sköllóttur Þú ert með 1 stig Það er sköllóttur Að vakna blötur Drengi Ég myndi segja bara að vakna Þú veist, þunnur í gír og ætla að fara hell í því Þetta Þú ert ekki að taka eftir henni sem er að gerast þetta Það er bara einhverju Zoom-kóli Já, það er bara mjög Zoom-kóli að segja svo bara eitthvað Hvað ertu í bréfunum? Það drullast í ganga Ég datta Við erum í útastætti Hann er að horfa á appi Gilmur 2 Ég sé það Nei, bara, hvað er að gerast? Við erum í beinni Þetta er bara appi með trommur í haustum á þér Ég segi þá Ég segi graður Eitt af þessu Svo ég fá það Netan tók þetta Herra kom og segir þetta með einu Hann náði einu Það er vakna blötur Er að vakna sveittur, fullur og sköllóttur Blötur Ég var eiginlega með það Nei, þú sagði bara eitthvað Hvað sagði þú? Þú vissir ekki eins og hvað spurningi var sko Það vakna bara og halda áfram að tjápa Vakna blöytur Vakna í gír og farið bjór og Þetta er tengingin Við ætlum að taka eitt lag svo eitt geti klárað Zoom-kólið og hérna og svo ætlar herra að henda okkur í Myndir fyrir cash Þetta er FM FM 957 Þetta er FM 95 blöð hér á föstu degi og netan en þá með okkur sem er að halda tónleika í maí á næsta ári og nánast uppselt Já, það er, finna við það er nánast uppselt eins og ég var búin að lesa leikinn í morgun Þú last þetta Þú ert ekki fættur í gæðir? Nei Herra var að tala já, verið gaman svona í september, oktober Ég sagði, það er uppselt í dag sko Það er bara að fara að gerast En segjum svo að það verið 250 miðar eftir klukkan bara 10:12 í kvöld Ætlarðu að vippa fram buttinu og kaupa þá til að hafa rétt fyrir þér? Já Gefa vinum og vandamönnum? Segi það nú Það var alveg bálið En þú veist stuðulli núna að vera uppselt eftir að deginum líkur sko er núna 1,05 sko Já, hann er helvíti lár Ég ætla að segja bara að vera uppselt Ég er ennþá að vera uppselt bara fyrir 6 Já, fyrir 6, já Það er mitt gísk ennþá sko Herðu, þú ætlar að henda okkur í ég myndir fyrir cash Hvað er trailer það? Vá, herru, það er langt síðan trailerin kom sko Ég þarf nú að sjá hvort að hann sé til Nei, við slúum Bittu Það er ekki eitt sterkasti trailerin Bittu Hann er helvíti góð Herru, jú, hann er til Já Herru, ég er búin að grána landi Gjörðu svo vel Would you like to have pockets full of Ég er bara að gleyma Ég hefði Það svo- er kallaði cash sko Það er rosalega nafn Við þurfum að kveikja aftur í því Ég hefði svo verið til í að heyra þetta í daln Já Að taka Þetta er alltaf þetta bara, þetta er jafn langt og lag Já, algjörlega, taka þetta bara sem lag En heyrðu, Já, auðvitað myndið fyrir cash Já Myndið þið aldrei aftur heyra tónlist fyrir 25 miljónir Þannig að bara, þú veist Þið eru bara, bara eins og þessi bara Geti- loka ég- Búið ég að skrúa fyrir það Það er heldur fyrir mig sko, ég vinn við að DJ Já, Þú ert ekki lengur dalskóðstjóri
Nei, það skiptir einhver máli Þú getur verið með mættir ekki blokka alveg allt sound mættir að gigga Hvernig á ég að geta það? Ég er versti DJ sögunar sko. Ég get ekki heyrt það, ég er að skipta lögunum sko. En þú getur náttúrulega reynda sko Þú sægir auðvitað að lægi var í gangi og segir það að segund að fara rúla þá lægi Já, ég veit en ég er samt ekkert með beatin eða, þú veist, ég get Nei, ekki það er enginn með bítin í dag og bara rífið úr og ofan og fólur svo þykkt Er það að segja mig það? Þegar að koma helgi, get ég ekki þá kveikt á Ella Eils og nikka við það? Nei, það er ekki tækt sko Fyrir 25 kúlur Já, þetta er alltaf Signaði mig út úr þessum dílstrax Það er alltaf svaka upp það sem er verið að færa er þarna bara í hjólbjörn Já, en þú veist ég ofta er vonandi lifa þess tölvöld lengur Kom álega það sem að mástu þegar Frank kom við til okkar hérna í blöggastunni vinnur blöð og með hátsettur í edition mástu það að það er Music Heals Já, sko, það er þannig Það er rosalega lína Þú flúraði það á þig, eða ekki? Ef þú ætlar Ég spáði að setja það á mig Sko, ef þú ætlar að taka music í burtu Music Heals Það er 25 memmi bara Það er bara ekki nóg Já, nei, það er alls ekki nóg Þannig að tónlist er mikilvæg Basically áslunum að steinda sko Með þess að maður setja 100 á þetta Það veit ég myndi ekki segja Ég veit að segjum við setja snekju Það er ekki hella for goddamn time Það er bara Já, en allir heyra tónlistina sko Þú bara heyra Það er stemning á stekkjunni Já, en þú vilt líka heyra það Já, Ekki verið gildum það 25 Nei, þetta er ömurlegt Það er ekki aldrei hlusta á rúndan aftur Það er viðbjöð Já, nálega maður er alltaf með tónlist bara í bílnum, heima sér og hérna allstaðar Þetta er, ég segi Þá var ég með a counter offer Ég er með Myndið verið í sokkunum í 2 ár fyrir miljónar mánuði Sömu sokkunum? Já, bara verið, sokkunum séu út í núna Sömu sokkunum? Starting now Þá alltaf kemur gata á það og fljótti það ekki og alltaf í það Nei, það eru törusokkar Gatið er ekki vesinni Það kemur ekki gat Þetta eru törusokkar, það eru bara mjög slitstekk Sömu sokkunum hvað lengi? Þú eru í 2 ár Það kemur táfélagi ekki? Kæmi táfélagi Cash Miljónar mánuði Þetta er góð dýllmaður Já, þú getur ímyndað Þetta eru 24 kúlur En síðustu mánuðinir á þessum 2 árum Þeir eru verið helviti Já, það er ekki ræktina 2 vikur, það er róstekk Ég fer í golf og svitna í skóskonum mínum Þú líka skvassar, golfar Steindi gerir ekki neitt sko En málega er að hefur þú bara farið Þú veist, ef þú blotnar í lappirnar og svo þotnar þú þegar þú lendir í þessu svona allavega 30 sinum á leiðinni lendur í því 15 sinum á ári oftar en einu sinum á mánuði þú verður blöytur í sokkana hvað er það að gera? Hvað er það að gera? Þegar þú segir Ég lendi í svona 1 og 5 ára fresti Þegar þú segir það blottar maður oft í Ok, I got a question Segjum ég er að fara golfring, hvað er rigninga því ég er golf í öllum veðrum og ég blotna mætti ég fara úr sokkunum til þess að setja á opnin og þurrka og fara í það Nei, ég má bara aldrei fara úr þeim Býtu, akkur er anskotin að blotna djún einu sinni í mánuði í lappirnar Hvað er ég að gera? Það er erfitt Þú leifir okkur ekki að fara úr þeim Ég þarf að fara í sturtu í þeim og allt Það þarf vitsi að Nei, þú mátt ekki fara í sturtu í þeim Það er eini staðurinn þar sem þú Ég mætti fara úr þeim með fyrir sturtu Já, af því að þú veist, þeir með ekki verða hreinir Eða bara verið í baði og tásunir er bara upp úr baðinu Já, það er þetta gott, já Eða setja plastboka yfir sokkana og meina fyrir styrtu Gerðu þetta, hugsa löstum Ég er svo góð dýrt, þá take it Þetta eru samt Nei, Gilsson Hvað var Það er búið á miljóna mánuði Ég þarf ekki að taka mér útlim Þetta er ekki eitthvað sem, veist, þetta er bara smá skellur með sokkana, við ekki það Já En það er vel borga Getur þú ímyndað samt eftir þessi 2 ár þegar þú klæðir þig úr þessum sokkum Ég held að lappirnar á séu ónýtar Þá fer ég út að borða Lappirnar á sjónum maður myndi setja það samt í alveg sjóðandi heitan bala og með alls konar sápum og Í sokkunum? Nei, þegar þú færir úr þeim Nei, ég held bara að það sé bara á seint Já, ég minna, hvað minnur? Lappirnar myndi ekki Þú ert bara komið líkþorn og sveppi Já, þú getur lagað það með einhverju Það er eitthvað líkþorn Þetta er nei frá Rikka, heyrst mér Og já frá ykkur tveimur Ég skipt sokka sem þið 2 á dag Ég er mikið í sokkum Þú ert táfílukall ekki Ég er mikið í sokkum Þú táfílukall? Nei, alls ekki, ég skipt sokka 2 á dag Ég bara elska ekkert meira en þurra, góða, heita og svona nýkomnur og þurrkar úr sokka Nýkomnur úr sokka Það er number 1 Já, mér finnst það bara geðvikt En ertu það Þú líka að fara á baki sokkum Þú veit ekki hvað það er Er það svona skópsokkar? Það veit ekki það
Ég ætla að Og sefur í sokkum líka? Já, ég sefur í sokkum En alltaf reyna Þá er þetta átó Nei, fyrir þig Þú færst 0 krónur á mánuði Besta sem ég ger Ég far ekki krónu sko Ég er ekki sömu sokkunum Ég fyrir nýja sokkunum fyrir að sofa Þú gerir það fríkt, þú ætlar að hafna 1 miljónum mánuði Var ekki lægi með Sömu þig sokkunum, veit ég hvað, 2 ára langur tíma Yfir veturinn hérna í slappinu Næsta spurning En sefur í þeim að þeir eru kallt Ertu með eitthvað svona kallt Það er bara líður betri í sokkum Já, það er glæpur, öryggi. hringt á lögregluna Við erum ekki Líður Þú veist að við dæfum ekki í þessu stúdíu Herru, F95 Blöð eru komnir í pásu frá þjóðatíð Já, Hérna, myndið þið aldrei aftur spila á þjóðatíð fyrir 15 miljónir Ég þarf ekki eins og að svara hér Nei, þetta er kannski Sko, mér veist þetta Sko, ég- mér veist þetta ekkert eðlilega gaman já Okkur finnst þetta náttúrulega með skemmtilegri gigum Já, bara þetta sem er bara við ekki tökum Þetta er bara skemmtilega sem maður gerir sko Já, Mæta þarna á fössara, vera með þáttinn Og Já. ráfum eiguna, fara á Það er ekki alveg sviðið verið með þáttuna frá mig ekki Jú, Það er ekki Þú ert gigga bara með ekki að gigga. taka af okkur heldur mikið entertainment Það Já. er gaman að vera á sviðinu á löðin Já, Já, það er mjög gaman Ég segir að skópla þess Shuffle it 15M, út Og á glugga BS-hó. Fokkaðir Já Já, Já, ok Ég meina, við erum eftir 40-50 ár af giggum eða ekki? Þetta er hrigur að dýtlu Við segjum báðið nei við þessu Það er- Vá, ok, þannig Gleymdu að þið heyrið það kæra hlustundir F95 Blöð hverginn eru hættir Pása á þjóðatíð, þetta er pása og þá er ég með síðustu það er sem sagt, hitt var að aldrei eftir spila á þjóðatíð þetta er sem sagt, myndið þið aldrei lesa bók fyrir 250 skall Aldrei lesa bók 250 skall Ég hef nú ekki lesið bók í mörg ár Það með Er hljóðbókilagi? Nei, sko, já, þú mátt hlusta á hljóðbækur Já, hlusta, já, það er tópmál Hvað með þetta? Ég ger það Aldrei aldrei lesa. lesa Ég vil fá hann 250 kall í kvelli Ég hef ekki haldið á physical bók Nei, Svona ég 12 veit ári Þetta er allt bara að ég les ekki á símanum Og hljóðbækur Varst ekki æskæðsbókina? Nei Varst ekki hvað er uppáðs eftirréttunar Skeina mér þar, ég kynna það Jóns Jónssonar Það var skeina mér þar Nei, það er ykkur En ef þú mátt hlusta á hljóðbók Þá er þetta bara auðveldasti peningur í heimi sko. Já Ég mætti ekki En eins og bara blað Var ekki bók Bara ekki bók Nei Já, en 250 er samt ekki há upp fyrir það að mega aldrei lesa ægilega. Já, ég veit en ekkur þú talið svo Halldór Laxness Lest þú marga bækur Ég er ekki að segja Lítur ekki þannig út sko Ég er ekki að segja, ég sé lestrahestur En ég sitt samt oft og er að klukka í eitthvað skilur. Maður er alltaf með eitthvað bók ykkur stað. Já Já Eitt af þessu Þú er hafa kennsla á bækur í þekking skápnuðunum til þess að þykja sko En þú tekur ekki eina bók upp sko Ég get að loða þér sko Jú Ég er reyndar að langsinn las bók sko. Það er alveg rétt sko. En þú segir nei Ég ætla að segja nei samt Ég geta Rikki lesið bók Gilsari Þið segið Já takk Já, ég er með hljóðbækur Það er tópmál Og þá ætlum ég að fá að plugga aðeins inn í lokin Ice Guys Season 3 byrjar næsta föstudag Erðu, trailerinn svínlúkar? Já, þetta er Skemmtilegur. allt að gerast sko. Er þetta besta serían? Þetta er, ég er ekki búin að sjá hana En í tökum, bæði þegar við lásum handritið saman í samleistri Og í tökunum sjálfum Við hlóum mest við gerð þessar serju Getur þú svara mér inn í lokin? Já Fæ ég að koma í höllina í dimmum desember og skemmta mér yfir Æskæðs tónleikum með það? Það er aldrei að vita nema að það komi mögulega tilkynninga á næstu dögum Takk Það væri rosalegt En þættirnir snúast Það væri huge. Þeir snúast um í raun að þeir að gera bíómynd Já, jú, við erum að gera í þáttunum erum við að gera bíómynd sem er ekki til í alvörunni Já, spennandi, mjög spennandi Þetta er, hérna bara eins og þetta sem þú gerir Góðu landsmenn Góðu landsmenn, Já. nákvæmlega En það var svo alvöru bíómynd sem að fólk fór á í bíó Já, fólk reyndar trúðu mér ekki Það fekk mörg símtölar Ég að fara að keira ykkur að fíluferða Er ykkur mynd í bíó? Já. Ég bara, mynd í bíó, það er vampírumynd sko. Ég skil þetta vel að þið trúður ekki En já, gæðið, ég er mjög spenntur að sjá Já, ég er bara hlakka til Það hefst á föstudaginn, Sjón Símons Herra Hnittasmér, kæra þakki fyrir komin og til hamingju með tilvonandi tónleika Herru, og takk. bara þessa miðasölu Takk kærlega fyrir mig og bara njótið helgarinnar FM 957 Þetta er FM 95 blöð hér á FM 957 Tíminn flýgur og við höfum eftir að henda okkur í spurningakeppni Gilsarans og Herra var að fara Já. og eins og kom inn á hann þá er bara höllin að seljast uppdrengir Þetta er bara, tók einn dag og þetta er að gerast Rosalegt Þetta var vitamál Já, þannig að vera á tánum með miðana, rest af miðum Gilsari, hvað er konseptið eftir? King of Strong út af því að sterkastum ára Íslands um helgina Já, heyrðu, það er núna í gangið ekki bara Og sko fyrst heldur við að The Mountain var að koma í spjall sko Það var eitthvað miskilningur Hann er að keppa, hann getur Hann er að ekki komið keppa, eða getur ekki komið í spjall en hann er að keppa sko Nei, Og í dag er ég mitt hérna
Það var í Húsafelli, það var Húsafells-hellan bara liftir hann upp og labbar bara þess mikið langt og við getum með hana En er hann að keppa í sterkasti maður Íslands? Já. Er það ekki svona eins og Messi myndi keppa okkur að gæja bestu deildinni í 1-1? Hann ætti að taka þetta, það er rótt að segja það nýbúin að deadlifta 505 kílóum Hann var að bæta heimsmet bara núna Engin deadlifta því Nei. á sér jörð Nei, Ekki en þá nei, og sko orðað á göttinu það að hann ætla að fara aftur í september og reyna að bæta það Já, ég held að sko, það reyna við 5 og 10 fyrst hann er komin í 5 og 5, okkur ekki bara fyrir 5 og 10 þannig að why the hell not Þetta er hálft tonn sko Já Þannig Sem þú að beigja þig eftir og reysa þig við með Það er svona eins og að lifta örugglega bara svona 3 hestum sko En svo líka Það sko, tveimur, sko. en málega, þetta er mjög gott að stemning að horfa á þessa keppni Já, þetta er mjög Fólk skemmtilegt veit ekki hversu skemmtilegt þetta er sko, Þetta er mjög skemmtilegt En svo morgun klukkan 4 í Tours Power Gym á Dalvegi þá þá ertu komin í bara, þú veist, ertu komin í deadliftið sem er drullu skemmtilegt og það er 320 á stönginni Býttu á morgun? Þú átt að repsa þig bara Á morgun? Nei, það er líklega í dag Já, það er búið maður, það er áðan maður goddammit, það er búið að mistum að því Ég held að sko málega, ég held að keppnin haldi áfram á Það er bara í gáginu og þessu spíkvættal 320 á stönginni Þetta byrjar kl. 2 á morgun út að lifta því eins það er bara eins og oft þú getur og síðan á morgun er þetta í sko að Selfossi það ekki Já, það er keppnin fyrir fram á Selfoss á morgun þannig að Selfossingar hljóta og aðrir keira upp í þetta hann spá geggju veðri Stemning, þá er allir að fá sér aðeins og horfa á helmassa að gæja halda þungu hlutum Já, svo er þetta að fara inn í miðbæ og í Johnna gönguna og það er margt að gerast Það hljóðum mjög vel Allt í gangi Og þess vegna var að smíða ég King of Being Strong Já Og ég er svona Ég held að þú var aldrei vel með þetta konsept í spurningakefninni Þannig að og ég veit ekki alveg ég veit ekki hver á að taka þetta sé Stoney eða Richie en ég ætla bara Við sem alveg báður okkur sterkir kannski á ólíkan hátt Við förum opnum í þetta 8 yfir 100 í back Nei, ég bara aldrei farið í einu sinni farið í back Já, þetta var Logi Bergman niðurlæði hann á sín tíma Já, það var bara akkurat þá Þegar þú lest mig hitt upp í klukktíma Þannig að ég var máttlaus þegar ég fór í Hvað var að mesta sem fór upp hjá Stoney? Það var ekki 80 Já, feilaður 80 70 Ég held að það teki 60 max 70 svona samt er allt í lægi með að aldrei lift lóðum Skilur, margir sem ströggla við stöngina og aldrei lift lóðast en það gefur steinda það En sko, Richie, máli var það þegar ég mætti þá let Egill mig í eitthvað prógram fyrir lift Ég vildi bara lappinn lifta og fara Þetta heitir samt bara hita upp Ég var alveg búið að koma með spaghetti hands þegar ég reyndi að fara í loksins keppninu Ég á 130 og sá sem spottaði mig þegar ég tók pípið var Rúrik Gíslason Það er rosalegt, það var spott frá honum Var hann ekki í Versace? Jó, 100% verið í Versace Það ekki? En aldrei venjulegum bóksir en það trúður Herru, talandu um það, ég tók núna session og ég er búin að vera að vinna í blöðspilunum og og ég kom inn á full með það en þú veist, ég er ekki búin að ég hef aldrei gefið út hvenar blöðspilin gætu litið dagsins ljós en þau er í gangi og talandi um Rúrik þá er hann spil í það verður 101 Rúrik Gísla og það verður bútur úr Versace nærbuxum í spjaldinu Það er rosalegt Það er rosalegt Þegar þú getur fengið fattaru Þú getur fengið í sportspjöldum þá eru oft bútar úr flíkum eða öðru, hafið þið séð svona, þú veist, inn í spjöldunum En ég er annar til að klippa inn á nærbúrsu bara fyrir ég meina það hlýtur að vera eftir að bera þetta undir hann, ég meina þetta er stemningsmaður 30 svona nærbúrsu Já, þú meina það, þú veist, þá meina ég bara eins og hann hefur efnaði bara úr strengnum, skilur, klippa eitthvað úr strengnum og þetta, svo er ég líka þetta með það verður ég veit ekki hvað ég segja mikið Nei, ég ætla að geima þetta, ég ætla að renna yfir þessi spjöld, það er komið rosalega spjöld það er bara upp þannig Hefur þú pósaði fram að speilin? Pósað? Já, bara ekki pósur, liftinguna bara pósur bísepósu, chestpósu það held ég bara að ég hef ekki gert punktur á Richie ég hef oft hort í speil og svona technically pósa þegar maður er að gera sér reddi og setja vaks í hár og eitthvað svona ég er að tala ekki svona eitthvað þú að pósa eitthvað með andlín, tala bara double bicep pose hlýðar bícepinn og bakpósan og allt þetta ég líka ekki að hlustundum það þarf að skeina ég hef gert það ég líka ekki að hlustundum en ég held ég hef aldrei tekið bicep pose og snúið bakinn í speil og kíkt á og af hverju ættir að gera það ég sé þér ekki að pósa
Ég veit ekki kannski ég bara mjög massa bak ég eftir að kanna getur vel mjög massa bak Það er 2-0 eða? 2-0 þú ert að reykja þetta ekki King of being strong Þetta eru góða spurningar Já, ég veit alltaf það Ertu búin að fara á frúna í hjólísi í sumar? Af hverju slefti ég ekki bara hrósa? Af hverju gerði þið ekki? En nú ert þú náttúrulega búin að vera á fartinu Já, en stundan með ég held þetta eru svona skemmtilegt chit-chat bara svona eðlilega spurningar með strong Það er mjög eðlilega En hvað tengist það bara að vera strong? Það er góð spurning Ég held að það hefði ekki verið geðveik spurningar sem að lifta hjólísuninu sjálfur upp af Það er kannski follow-up spurning eftir þessa Kannski er að tengja tvað saman Byrjum að þessari Nei, ég meina við erum bara 3 í þessu hísi Ég, konan og barn, þannig að það hefur verið lítið um það Eitthvað samt, það er kannski lítið um það en... Nei, bara alls ekki Ég hef ekki farið í hísi Ekki ennþá Dauða færið þið ekki að náði 3-0 Já, eins og ég segi líka hlustundum Ég er ekki búin að gera Hefur þið challengeað einhvern sjómann og drullað svo á þig? Já, það hef ég gert Já, ég hef gert það líka Ég getum bara sagt fyrir hverjum Hann fyrir Olgu Fersett gömlu markadrótningunni Hakkaði mig saman sko. Þú áttir ekki breyk það Challengeað þú hana? Nei, já, hún var eitthvað að tala þarna og ég sagði Sagði ekki ekki, auðmingi, hvað er þarna? Nei, það var eitthvað þannig bara við sátum hann eitthvað og ég sagði, ég get alltaf að pakka þér í sjóman og sagði, já, komdu og Þú áttir ekki breyk það Nei, ég held að hún var sekundu að ná mig niður sko. Já, nei, ég hef alveg oft tappað í sjóman líka Það ætti auðvitað, þú veist, þú er king of being strong Það ætti auðvitað ekki að fá búntið að drulla En ég er stemningsmaður, það er 3-1 Ertu það sterkur að þú gætir lift frúnu upp á eldhúsborð? Já, ég geti gert það Það ég? Ég er að reyna að hjálpa Rikka og bara næsta spurning Þetta er bara, þetta geti lift konu minni upp á eldhúsborði þegar að gera það Hefur gert það? Já, ég meina ég þyrft að gera það og gæti ég það, já Hárrétt, var það ekki spurningin eða? Gætur ekki lift frúnu upp á eldhúsborði? Var það ekki spurningin eða? Já, ég get gert það Ég get Þú gert ert með það gögn til að bakka þau Hvernig gögn? Hvað meinar þau? Hvað gögn? Hvað er þetta bara með þetta 8mm filmu það? Með gögn? Já, hann hefur gert Skil, hann er með gögn Hann getur staðfett sagt að, ég get lift frún upp á eldhúsborð Já, ég get það Ég meina, þú veit fá gögn Ég get bara liftin upp og eftir að senda upp eldhúsborð og senda þér það, sko Og steindur við séum hún líka, sko Já, ég er bara, Egill, hvað ert að fara með? Þetta er ótrúlegt, sko Þetta er beitt að þessu lífgur upp á daginn mér Það er gott að þetta lífgur upp á daginn En erfitt er að vera sterkur og Ég er bara að róma að sniðu nú Er erfitt fyrir að vera sterkur og halda haus þegar þú ert í aðstæðum sem eru blöður fyrir fram að þig? Þetta er náttúrulega bara alveg svakalegt maður Fullorðnir menn Fullorðnir menn 40, 40 og þið bara eldri eða ekki Þannig að þetta er sérstætt Ég sagði ekkert sko Nei, þetta er líka þú veist þessi spurning á okkur báða sko Já, ég meina Vist þér að erfitt Vitsi að halda haus Alls bara Það er sterkur að halda haus þegar þenni aðstæðan Hvað aðstæðan? Hvað er það tala um? Þegar þeir blöðrur fram að Þetta er ekki flókið sko Hvað, halda það bara haus? Já, bara að halda kúlinu Nei, nú segjum við bara Nú kynkum við bara koll eins og peskallar ekki og klárum þetta Eins og pés Nú gerum við það Við bara, já Þetta er punktur á Þetta er mjög spennandi og það er alveg lúmst Akkur þetta leita næstu Það eru 3 ár eftir sko Þetta er rosa margar Þú ert yfir, Vigi Þetta eru fleiri en vanalega hér Ertu það sterkur að þú hefur verið gripinn í laumurhristing en þú tókst á kassan og hélst áfram með lífið? Peskallin? Já, þetta er bara Annað taka peskallan aftur Já Stendi, byrjum bara þér Þú lefði þessu? Það er verið að tala um golfvesinni sko sem er búið að segja svona 183 Ok, guys, við getum ekki aftur farið að ræða það sko Nei, ég er hjartanlega saman sko. Ég myndi þakka þið fyrir Steinþór bara kemur auðvitað sko. Bara næsta eitt, klára ein eftir, ekki tvær. En þú er að svara þú ekki við gripin 6-3 Ein eftir Það eru 2 Viltu hoppa yfir Viltu vera beintið síðustu? Helst, þetta er náttúrulega Ef eitthvað sem make sense að þú byrjar þetta mjög vel þetta var mjög skemmtilega fyrstu 2 spurningar Það eru báðar
frekar eðlilega myndi ég segja. Já, ok, byrjum bara henn fyrir þá. Hefur þú sínt ótrúlegan styrk og hugur ekki þegar þú handtristir þig í vinnunni á fullum launum meðan það var tróðfull búð af viðskiptavinnum. Jésús maður, djöðl er þetta. Byrjum bara að segja eitthvað. Hann er eitthvað örglega hugsa, þetta er eitthvað jiskvesen á þér örglega sem hann har Já, hann hristir mig þar aldrei sko. Ég get bara svarið það með allt sem ég á og bara á í lífinu. Það er bara aldrei gert það. Þess vegna stæði líka bara, næsta spurning. Hann hristir Jöfnveld, ertu rugglaður? Ég veit það. Þetta hættir ekki að koma. Þetta er það sem við þurfum að setja undir. Býttu, var ég að miskila það dæmi eitthvað? Ég atriði þarna. Jesk, það var aldrei handtristingur. Ég hef aldrei sagt það. Þetta er bara eitthvað sem þú bjóst til. Ég bara Ok, síðast aðeina við erum að klára þetta aðeina. Jöfnveld, kjaftaði þetta maður. Nú ertu bara að segja eitthvað. Ertu það sterkur og örugur með þig að þú átt auðvitað að láta konuna pegga þig? Æja, við erum frá að kveðja til smástund. Topp tónlistarstöðin FM 957. Tíminn flög bara frá okkur. FM 95 blöð búið að vera í gangi síðan klukkan 4. Klukkan að vera 6. Strákar, við höfum ekki langan tíma. Ég ætla bara að spyrja ykkur, hvernig er helgin í okkur? Herru, án gríns, tíminn flög. Þetta er bara alveg galið. Þetta stefnir í stemningshelgi. Blöð er í Prag og þetta er fríhelgi. Stemningshelgi. Það var alveg stemningshelgi. Saman með mér, það er rólegt. Og ég með líka, þetta er bara eins hjá okkur öllu félagunum. Já, það er svolítið henni. Ekki flókið. Það er helviti næs. Takk fyrir að mæti í dag, Richie, og aðstóð okkur þegar að blöð er í burtu. Þú ert frábær. Já, takk hérlega fyrir. Eins og ég segið, kæru hlustendur, þetta þarf ekki að vera langt. Við bara þurfum að kveðja. Við erum komnir og fallnir á tíma. Þakkum fyrir okkur í dag. Skipstjórinn Auðun Blöndal verður mættur hér næsta föstudag. FM 957.